Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Velkomin á Rauðaborðinu hérna á föstudags eftirmiddegi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Þá förum við fréttir vikunar með fólki sem hjálpar okkur við það. Og hingað komin góður hópur af fólki, Þórarinn Hjartarson. Hvað hlaðvarpstjóri? Já, ýmislegt. En starfar ekki á... Nefaleikaþjálfari, stuðningsfulltrúi. Já, ýmislegt. Þetta skrýtin blanda. Já. Stuðningsfulltrúi og nefaleikaþjálfari. Já. Það svona mjúkt og hart saman. Já, þetta er hérna, það margt sem maður lærir samt. Þetta er víxlverkandi vettvangur, sko. Margt sem maður lærir í að eiga samskipti bæði í nefalekum og sem stuðningsfulltrúi. Ertu svolítið svona harður að utan en mjúkur að innan? Já, ætli það ekki. Ætli það sé ekki bara rétt hjá þér. Lóa Björk Björnsdóttir, útvarpskona. Japp, hér ég. Og viðmælandi dagsins. Já, þetta annar þáttur sem ég fyrir í dag. Þú spurði mig fyrst sko og ég hugsaði að ég myndi bara geta hita upp á Rás 2 í morgun. Já, þannig að ég búin að vera að þessu einu sinni áður í dag. Gaman að fá þig. Takk fyrir að bjóða mér. Og Margrét Hugrún Gústafsdóttir Björnsson. Jú. Verkefnastjóri upp í HÍ. Eins og já. Velkomin, þú komin gáður. Já. Mér alltaf gaman að fá þig. Takk, gaman að Og það sama má segja Önnu Kristínu Blöndal Jóhannesdóttur. Þú oft komið í alls konar þætti hjá mér. Já, ég skil ekki hvað alltaf að púka upp á mig, sko. Já, við getum eiginlega að tala gamla daga þegar við vorum bara á Zoomi. Já, akkurat. En þú hjúkrunarfræðingur? Já, mitt. Herðu, hvað segið þið? Hérna, stundum það þannig að á föstudögum þá gerist eitthvað sem að hjálpar okkur til þess að byrja þennan þátt. Hvað hefur eitthvað gerst í dag? Eða þetta kannski einn af þeim dögum sem sem bara gerðið ekkert? Hvað hefur gerst í dag? Rafmagnslaust í Vesturbænum, var ég að lesa. Rafmagnslaust? Okkur? Sló út í háspennulínu. Eitthvað leys. Spennandi. Eru innviðirnir að bresta? Nákvæmlega, spennandi. Innviðirnir að bresta? Getur verið. Nei, og svo yfirlýsingin. Yfirlýsing. Kára, Víði og Þóruði. Það sem við lesa sama textan. Lesa ég sama textan? Hafið þið séð þetta? Nei, ég nefnilega... Þetta er eitthvað furðanlega eitthvað, ópró eitthvað. Já. Þeir eru þarna með saman bakgrunnin og horfa svona í vél og rausar að lesa prompter, en lesa allir sama textan. Já, ok. Mér varst hérna, mjög fyndið það sem Hallgrímur Helgason og spurði hvort að ættum að fara að hlýða Víði í kjörkleganum líka. Ég er ekki alltaf sammála, mér varst þetta mjög hnittið og gott, sko. Það er alltaf einkennilegt með við svona stöðu þeirra í samfélaginu og með hvernig staða þeirra var í mjög langan tíma. Það er telja sér þarft að vera með þessa yfirlýsingur, hvað? Það er ekki alltaf lagi, ekki einn er eftirlaunamaður, annar er bara prívatmaður í Vatnsmýrinni, en það er kannski spurning með Víði sem er andlit almannavarna á Íslandi. Já, mér finnst þetta skrítið. Mér finnst þetta ekkert koma neitt sérstaklega vel út fyrir frambúðana Katrínar. Mér finnst það að vera kannski eigur á tilfinninguna að það sé bara vera að færa hana úr einu hlutverki yfir í annað og svona einhvern veginn. Við höfum í rauninni ekkert það að segja, heldur hún bara valda elitan, valda stéttin, fólki sem ræður embættisfólk, það styður hana. Þannig að já, ég held að þetta hafi kannski ekki verið alveg nógu vel úthugsað múf, sko. Þannig að skrítið. Hún er lent í þessu að það er eiginlega sama hver styður hana. Góð punktur. Það er eiginlega sama hver stígur fram og styður Katrínu. Að þá eru viðbröðin enn einn sönnunni fyrir að þetta er bara elituframboð. Fyrir auðvitað ofan í fólk, svona. Já. Mér sko, valdi fylgir svo mikil ábyrgð og mér finnst alltaf, ég var hissað þegar ég sá þá 3 í dag, vegna þess að þeir skuli leyfa sér að styðja einn forsetaframbjóðanda fyrir opnum dyrum. Alma gerði það þó að minnst kosti ekki. En hún styður ekki Katrínu? Ég held að hún bara ábyggilega viti hvað það er að hafa mikið vald og vera andlit út á við, þú veist, ég held það. Mér finnst það gjörsamlega út úr kortinu að þeir leyfi sér að gera þetta. En svo þetta að segja móti kannski bara fínt að vita hvar við höfum og ég veit það ekki, þetta með að þetta sé eitthvað elitu frambóð, já, það er alveg hægt að kalla það en ég meina,
þú veist, ef að fólki finnst hún vera skynsamlegasti kosturinn, þá það bara þannig og ég meina, við getum alveg kallað elitu frambóð og slegið einhverjum svona einhverjum yrðum yfir þetta sko, en ég einhvern veginn bara, horfa á þetta, mér veist það kannski alltaf lægi, mér veist það skrítið af þeim, sérstaklega eins og þú segir víðir sko, en það að fólk gerir það eitthvað svona, og það sé eitthvað sjálfkrafa eitthvað svona elitu, kannski, ég veit það ekki, en mér veist það svona. Ég held ég að byrti svona prófílmyndir af ýmsum aðstofamönnum og stjórnarráðinu, það sem þau voru að lýsa stuðningi við Katrínu. Þá kom aftur þetta svona, að svona, hvað hefum þetta heita, valdastéttin. Og Jón Gnarr talaði náttúrulega það hérna í byrjun sko, að hérna honum fyndist einkennilegt að hún væri að notfæra sér stöðu sína svona gríðarlega í þessu forsetaframboði. Það klárlega ójafnvægi hérna á hérna. Hún náttúrulega rampólitísk, pólitískasti frambjóðandinn, þannig lagað. Í sögu frambóðs. Lýðveldisins. Og svo á hún að vera einhvers konar sameiningatákn, því hún var þarna átt að vera einhvers konar yin-yang lím þarna í flokkunum í ríkisstjórninni. Svo fer hún og skapar sundrungu og svo einhver hugmyndum að hún ætti að vera góður leiðtogi því að hún skapar heild, skiljið. Þetta svolítið svona tvistið, finnst mér. En hún ekki góður leiðtogi? Hefur hún ekki alveg sýnt það? Já, það að taka það af henni, svona með við COVID og... Ég held að það veri fín forseti, sko. Fín puntudúka hana. En við skulum ekki, þú veist... Puntudúka, að því að forsetin puntudúka. Þú veist, maður ekki að fara að gera neitt svo sem þar. En mér finnst samt að það verða þá að tala opinskátt hvers konar frambúð þetta og af hverju valdamesta fólkið á landinu sé að styðja hana. Og mér finnst sko óheilindi í því að hún skuli neita því endurtekið sko í kappræðum og svo leiðist þegar það vera hérna að spyrja hana út í okkur þetta og þá neitar hún því og segir bara nei. Það er svo óheilindi í því, hún verður fýtt forsetið þetta, hún ekki fara að gera neitt en það er óheilindi fyrir elítuna. Nei, fyrir hvern sem forsetin gerir ekki neitt nefnir bara klippa á borða og halda koktelbúð. Fyrir hvern og guðni. Panta pítsu, skapa ímynd út á við, ímynd landsins. Er það ekki? Jú. Forsetið getur gert ímyndilegt. Já, er ekki. Ég sagði nú með Jón Gnarr, sko nú hann með Jóku konan hans og Jóka konan á bakvið til dæmis Björk sem ein mesta landkynning allra tíma og hún hefur verið á bakvið Jón líka í öllu sem hann hefur gert og rosa held ég svona góð mentor. Þannig að akkur ekki hann ógeðslega skemmtilegur líka og fyndinn, klár. Þú ert að mæla með því að Nei, ég segi bara af hverju, ég ekki búin að ákveða mig sko. Nei. Ég alveg bara... Geldur. Nei, það svolítið áhugavert þegar ég segi þess að yfirlýsingar. Akkur er fólk að lýsa yfir að ég ætla að kjósa. Já. Það er mjög margir sem að finna sig knúna til þetta ekki einhvern partur af þessu ameríska? Þetta ekki svona... Já, þetta er svona... Amerikanar gera þetta svona. Er ekki fólk bara raunverulega hvatt til þess sko af frambjóðundum? Er þetta ekki bara partur af kostningaherferðinni? Kannski. Það er náttúrulega svolítið margar stuðningsmanna Facebook-grúppur núna og ég held að þú veist þar inni sé alveg verið að hvetja bara, þú veist, ef að ég bara Jón út í bæ og ég búin að ákveða að kjósa Kötu, þá held ég bara hvött til þess að lýsa því yfir, bara held ég sko. Svo er líka bara spurning hvort þetta sé skynsamlegt leikjafræðilega út af því að ef við hugsum þetta aðeins út frá þessum forsendum sem við erum að nefna, þetta sé eliti stjórnmál að ég held að séu fleiri sem hugsa að þetta séu eliti stjórnmál heldur en séu sannfærðir það að kjósa Katrínu út af því að Kári og Víðir og Þórólfur leggja blessun sína yfir frambóðið. Þannig að ég sko veit ekki eins og hvort að ef ég væri kosningastjóri Katrínar, hvort ég hefði yfir höfu verið ánægður með að fá þetta fram á borðið út af því ég held að mitt að það sé frekar fólk sem að færa rök fyrir því að þetta sé svona þessi elítu stimpill frekar heldur en að fólk sé að fara að kjósa út af því að Kári, Þórólfur og Víðir sé að fara að kjósa hana. Er þetta ekki bara elítu embætti, þú veist? Viljum við hafa eitthvað random sigga af Akranessinu eða þú veist, passar kannski það inn í ímynd það. Okkar? Já, en ég bara segja, þú veist, ég er ekki að segja þessi mín skoðun en þetta er bestastæðir og því fylgir eitthvað. Fyrst kom bara eitthvað sem hafi verið sendiherra úti og svo kom eitthvað sem hafi verið forsætisráðherra og svo var það sagt, ef ekki bara taka þjóðminjavörð og ef ekki bara taka konu og þannig þetta er alltaf að kannski kemur einn daginn ekki bara hafa Jóa á Blönduósi. Já. Hún var samt leikhússtjóri og menningakona. Ég myndi ekki beint segja bara Vigdís ef ekki bara hafa konu. Ekki alveg make sense. Það var frávikið sem að var hjá henni. Já. Svo var ef ekki hafa svona fyrst að vera með Davíð Oddsson fríkjuhund í forsætisráðuneytinu, ekki bara taka Óla Ragnar fríkjuhund á mótunum.
til þess að hafa eitthvað valdajafna í samfélaginu. Og svo kom einhvern veginn, voru þeir eiginlega báðir komnir í frambóð og segið, nei, vá, við viljum ekki hafa svona frekjuhunda, við ekki bara taka Guðna. Þannig að þjóðin alltaf að svara einhverju. Já, mér finnst þetta með að fá Guðna, mér finnst það vera svo mikið dæmi að þetta, hvað var þetta, post-hrun, var þetta ekki post-Panamaskjölin? Hvað, eða ekki? Já. Þú veist, það var búin að vera í sjónvarpinu og þetta svona tímabili þar sem að við vildum einhvern veginn hafa sérfræðinga allstaðar. Guðn eitthvað svona sagnfræðingur sem að þekkir sögu forsetaembættisins og þess vegna hanna sinni þessu embætti eins og þetta sé eitthvað svona, fattið mig, eins og þetta hefur verið ráðningaskrifstof út í bæ sem að mati eitthvað þannig að hæfast hann í starfi, mér finnst það ógeðslega áhugavert. Það mann þekkingarbrófið. Að þú sért hæfur forseti bara því að þú þekkir sögu embættisins, þú veist. Mér finnst það áhugavert, ég hef ekkert á móti Guðna en mér finnst þetta svona eitthvað áhugaverð, já, svona, hvað maður að segja, þetta minnir mann á sérfræðinga obsessionið, þetta sem ríkti á þessum tíma. En ég held að fólk sé líka að, sko, það að kjósa sér tákn, þannig að, þú veist, Katrín tákn, einhver svona sameiningar og svona friðs og Halla Hrund tákn, þú veist, fjallkonunnar og sveitarómantíkunar og nationalismans, þú veist, og Jón Gnarr kannski svona fólk sem kýs hann, það vil fá eitthvað svona poppa upp embættið aðeins og svoleiðis, sko. Svona förumaður sem kemur á bæinn og segir skemmtilega sögur. Ég veit, já, eitthvað svoleiðis, en ég held að fólk að kjósa tákn, sko. Baldur, táknum. Já, víðsýni. Já, mótern. Og já. En Baldur líka sérfræðingur. Mér finnst Baldur líka vera að koma svona inn í Guðna arfleðina. Ég bara sett spurningamerki við það sé endilega. Hvernig fórseta myndið þú vilja? Já, drauma fórseti. Svona eins og afi, barnatímanum. Já. Nei, sko, ég veit það ekki alveg. Ég held að það sé bara gott að það kjósa ekki allir eins og ég, sko. Ég búin að vera að reyna að sjá þetta, sko, út frá því að reyna að greina þetta, sko, myndi Guðni 2016 vinna kosningarna 2024 og ég held að þetta, sko, byggist rosalega mikið á tíðaranda og ég held ekki. Ég held að við séum að leita eftir einhverju öðru en samt hefur verið mjög, sko, einkennilegt að fylgjast með þetta umræðu út af því að þið sáu allir þegar það voru kappræður á RÚV að þá var í rauninni bara allir að keppast við það að komast í gegnum sínar, sko, 180 sekundur eða hvað sem það var án þess að segja neitt og voru að passa sig, skilur, að vera út af því að alltaf þeir hafa sagt eitthvað að þá nær það í fjölmiðla og undir svona eiginlega formerkjum svolítið neikvæðar merkingar eins og við viljum ekki að þið séu að segja neitt og við viljum í rauninni ekki finna út hvað þeim finnst raunverulega og það er svona svolítið það sem mér hefur fundist einkenna þessa, sko, kosningabaráttu en ég held samt sem áður að fólk sé líka að leita, ég held að það sé flóknasta starf í heimi að vera kosningastjóri í þessum kosningum út af því einfallega að við erum á svo allt öðru sér stað, heimurinn er rosalega breyttur frá árinu 2016 og ég held að Guðni myndi ekki vinna en ég veit samt ekki alveg, þú veist, ef ég verið kosningastjóri þá myndi ég ekki alveg vita hvað ég væri að reyna að ná fram í mínum frambjóðanda. Hverju væri að reyna að svara einmitt, ég skil. En mér finnst þetta svolítið trikki líka. Við tölum aðeins Katrínu og ég held að þú hefði sagt eitthvað að hún væri, og þú sagðir að hún væri sameininga. Sko málið er að áður hún, þegar hún síðasta könnun sem var gerð á trausti þjóðurann til hennar, þá var hún með 31% sem að treysti henni sem forsætisráðherra og 45% treysti henni ekki. Já, þetta er bara með því, sko, lakasta sem að stjórnmálamenn hafa lendi í. Já. Og hún er náttúrulega lendi í því kosningabaráttunni að það er fínt að hafa 31% með sér. Já. Það er hryllingur að hafa 45% á móti sér. Já. Og að sömuleyti þá hafa kosningarnar snúist hana. Og það eru bara margir sem ætla bara að kjósa. Fólk veit náttúrulega að hverju það gengur, sko. Það eru til að kjósa brauðrist bara frekar heldur en hana. Ég held að margir sé að fara að kjósa taktíst. Þannig að margir eru að fara að sjá hver er á næsta eftir henni, þú veist, rétt fyrir kosningar og kýs þá mannsku. Ég allavega í svona mínu ring, það er það þannig, sko. Og það var annað sem Maskína spurði, hvernig viltu alls ekki sem forseta? Já. Og það var 42% sögðu Katrín og svo 32% Jón. Já. Af hverju vilja sjálfstæðismenn kjósa Katrínu? Sumir vilja það, til dæmis Hannes Hólmsteinn, því að talandi það hvernig hún vilti ekki fá stuðnings fram, að Hannes Hólmsteinn lýstir stuðningi við Katrínu. Já. Sem að er martröð allra kosningastjóra að fá stuðning frá honum. Nei, er það ekki? Það var einhver sem að lýsti því sem feigðarkossi. Feigðarkossi. Morgunblaðið er náttúrulega búin að velja hana líka svolítið sem svona sinn frambjóðanda. Af hverju er það þessi? Já, ég er að velta fyrir mér. Ég held að það sé og
og kosninga kannanirnar, þær hafa sýnt það líka að þau sem að kjósa Sjálfstæðisflokkin munu líklegast kjósa Katrínu. Mér finnst þetta enda að vera sára einföld spurning. Ég held að sé bara að þetta er hefðbundið íhald. Fólk veit að hverju það gengur, hefur meira en þessar vikur til þess að kynna sig frambjóðandann því að það vitir henni hvaðan hún kemur, vita hún er ekki að vera með neitt uppþótt, hún getur svara fyrir sig, þannig að ef við ætlum að mátum þetta við eins og ég hef reynd að gera svona máta þetta við Ólaf Ragnar í BBC Newsnight árið 2009 þegar hann mætir í BBC Newsnight og pakkar fréttamanninu saman. Ég held að fólk sé rosalega mikið að Serðu Katrín gera það? Já. Hefur þú séð Katrín gera það? Nei, ég veit ekki hvort hún geta það. Ég man ekki eftir að hún tala lengi á ensku, en ég eftir á móti, ég held að hún sé hörði horn að taka þegar á reynir. Ég held að það er kannski alveg hægt að máta það við þennan tíðaranda sem þetta var hrunið og ég meina það var náttúrulega miklu meiri reiði og hann vissi þarna út í hvað hann var að fara, hann vissi að var að fara að rósta hann, þannig að auðvitað mætir hann svolítið, hvað ég að segja, forhertur inn í það viðtal. Ég veit ekki, sko, ég held að Katrín geti spjara sig í því. Ég veit ekki hvort hún væri Ólafur Ragnar en. Það er annað sem að maskina spurði hún spurði líka ef að sá eða sú sem að þú valdir var ekki framboðið, hvernig myndur kjósa? Þannig þá var þetta að taka saman fyrsta og annað val og þá er Halla Hrund með 51%, svo komuðu saman Katrín og Baldur með 41%. Þannig það er miklu fleiri sem að nefna Baldur sem annan kost að hann jafnar Katrínu. Mér finnst þetta svolítið svona flókið, mér finnst það margir í framboði og svona einhver flóknir útreikningar eitthvað það sem þú ert að tala og ég bara svona mér finnst ennþá bara ég get ekki ímyndað mér hvernig það fer sko. Nei, það er ekki skemmtilegt. Jú, skemmtilegt. Jú, það er alveg máli. Kannski er það líka bara tilfinningin að og ég hef heyrt það frá fleirum að elska ekki einhvern veginn frambjóðanda. Þú veist, það er allt svona frekar slæmir, frekar svona krömmli kostir. Þú veist, ég veit það ekki svona verkert kjósandi. Þetta er skemmtilegt, þú veist, það er skemmtilega að fylgjast með þessu ef þú ert heldur með ykkur. Já, einmitt. Þú veist, ég held það. Það sé skemmtilegra. Ég held það sé skemmtilegra. Það er alltaf fótbolti þannig, það er ekki hægt ára fótbolti, það er heldur ekki með öðrum. Ég man sko bara einhvern veginn allavega áður en að Guðni var kosin. Nei, það var þá. Þú veist, allavega þegar ég var í menntaskóla og svo þegar ég var nýútskrifuð menntaskóla að við héldum bara ógeðslega mikið með ykkur einum. Við vorum bara á kosningaskrifstofunni og við vorum að deila ykkur YouTube-vídeóum, þú veist, og já. Mér finnst þetta embætti svo mikið prjál og ég bara, mér finnst þetta svo mikið eyðsla á resursum og tíma fólks. Bara munið þegar Kim Kardashian týndi Demas eyrnalokkinu sínum í sundlauginni og fór að gráta og systir hana bara Kim, people are dying þú veist, af því að þetta er í alvörinni þannig, þú veist, það er bara það er svo margt að gerast í heiminum og mér líður eins og þessi stödd í Parks and Recreation í bara Pawnee, Indiana og það er verið að bjóða sig fram til bæjarstjóra eða bara eitthvað svona kardimómi bæjar algjört, þú veist bara fólk er að deyja sko. Ég er ósammála sko. Já, ég veit ekki af hverju en ekki það, ég veit í rauninni ekki hvað hugmyndir ég hef þetta embætti og ég skil ekki alveg hvernig mér finnst það þetta líti út að vera þarna en mér myndi finnast ógeðslega skrítin tilhugsun að væri enginn að gera þetta. Já, ég er sammála. Ég veit ekki. Af hverju? Ég bara, í alvörunni veit það ekki. Þetta eru Bessastaðir og þá að vera einhver svona forseti og hann fær svona einhverja gjafir, svona einhverja vasa og þar eru bókmenntaverðlaunin veitt og ég veit ekki. Kannski eru við íhaldsum inn við beinin. Nei, ég er ósammála sko því að ég held að og líka mér bjartsýn gagnvart þessu því að ég er núna tekið viðtöl við marga frambjóðendur og ég ekki pirraður rauninni yfir því að neinn af þeim myndi sitja í embætti. Mér finnst það mjög gott og ég myndi alveg segja það ef ég væri eitthvað pirraður yfir einhverjum sem ég hef tekið viðtal við en ég er svona raunverulega ekkert pirraður í því en mér finnst ákveðið sko svo bara í alþjóðstjórnmálum að vera með ákveðin svona stefnuvísi sem að er kannski ópólitísk ég finnst ekki ópólitískt embætti en þetta er ekki apólitískt og alþingi sem er einhvers konar svona leiðarvísir af því hvernig svona hvað við stöndum fyrir. Mér finnst það ekkert vera eitthvað sem að við
endilega viljum vera án að það að hvað, þú veist, væri það þá forsætisráðherra hverju sinni sem er þá svona andlit okkar út á við og hvað þýðir það þá, þú veist, ef við erum að hoppa milli kannski Bjarna Ben sem að, þú veist, fullt af fólki er ósátt við og hann er samt sem að vera andlit okkar. Mér finnst það alveg að vera jákvæð breyta að forsæti sé þannig sem ef við lendum í því að hafa Bjarna Ben í stjórnarráðinu þá er fínt að hafa eitthvað til þess að fara í ferðir. Já, það er bara mikið að gera líka. Já, það er alltaf mikið að gera hjá forsætisráðherra sinna öllum þessum störfum. Það þarf að sinna þessu, ég meina, þurfum við eitthvað að fara í opinberri heimsókn til Sviss? Já. Sviss er alveg svo. Ég var ekki endilega að meina að mér finnst að það ætti bara alls ekki að vera forseti, sko. Ég bara meina þessi kosningaherferð núna, þetta er svo ofaukið. Þú veist, þetta er svo mikið. Það kemst líka ekki þið finnst þetta að taka svo mikið pláss í fréttum, já. Þú veist, það er núna verið að, þú veist, núna eru sko makar þeirra, þú veist, í einhverjum kappræðum. Það er svo því sér það. Byrju, það er bara á Vísi. Það er ekki bara eitthvað stuð. Horfðu á það, eða náðu því? Nei. Þú veist, bara með allir veringu fyrir þeim og bara þau eru ábygglega ágætt í því að vera makar einhvers, skilur, en þú veist, þetta er í alvörunni, það er fullt af mikilvægum hlutum að gerast. En maður getur náttúrulega sagt nei takk, eins og við þessu. Hvað segirðu? Ég og dóttir mín ræðum það svolítið, að þetta er í síðasta skipti sem ég kýs fyrir hennar hönd. Já. Þannig við höfum gaman að þessu, vorum saman á kappræður og svona. Svo vorum við að sjá þetta að makarnir eru þarna á pallborðinu og Vísi og þá var alveg bara sögð við samtímis við skulum sleppa því. Við þurfum ekki á það. Já, mér liður þess að ég sé stödd í Pawnee, Indiana, sko. Mér liður bara eins og Leslie Knope sé að fara að koma og þú veist, bjóða sig fram í alvörinni, sko. Ég var svolítið spennt fyrir nýjum biskup. Já. Það eru náttúrulega fréttir úr vikunni. Já. Það var kjörinn nýr biskup á Íslandi. Mér fannst það svolítið spennandi. Já. Veit ekki það náttúrulega mjög vel hérna við Rauðaborðið. Ég talaði við alla sem höfðu áhuga að verða biskup og talaði svo við 3 saman. Já. Og já, það er sannarlega pólitískt embætti. Já, það er mjög pólitískt embætti. Mjög skemmtileg samtöl. Vegna þess að það er mjög gaman að tala samfélagið svona frá sjónarhóli Jesú og smesta bróður Jesú sem að kannski vantar svolítið í þessar forsetakosningar. Það er ekki verið að tala svona jöfnuð í samfélaginu og það er ekki verið að tala hver er afstæða þín til afstöðuleysi í íslenska stjórnvalda út af Gaza. Ég held að svona valdafíklar eins og þau sem að bjóða sig fram til forsetis, þau eru ekki að spá í jöfnuði, af því að þau eru að spá í jöfnuði fyrir samfélagið okkar, þá myndu þau beita sér fyrir jöfnuði og ekki bjóða sér fram til forseta, þú veist, það er algjörlega, það meikar engan sens að, En var ekki að beita sér í því embætti fyrir því að tala fyrir jöfnuði? Jú, en maður er ekki jafnaðar manneskja ef maður vil bjóða sér fram til forseta. Það geti Jón og Blöndós eða hvað hann hét hérna sem var nefndur áðan sem venjulega. Ég meina Anton, mögulega, Viktor segi ég, hann er mögulega svona, ég er svolítið skotin í honum sko, en ég er náttúrulega ekki fara að kjósa hana því þá var maður bara að kasta atkvæði sinni og glæði því miður. En Sá sem er atvinnulegs. Og hann sagði, hann er sko hagfræðingur og hann sagði, já, mér sýnist bara að hver sem hefur getað sinnt þessu embætti gegnum tíðina, þannig af hverju ekki ég? Já, flottir sko. Já. En það gæti eitthvað komið fram og segja annars konar lið fengi forseta, fólki í háskólanum og listafólki og svona, ég ætla að vera forseti skúringakonunar. Já. Dýravarðarins. Já. Og leigubílstjóran sem eru rakirtir hér alla daga, ég ætla að vera forseti þeirra. Ég sé ekki samstöðuna í því sko, þú veist, ef það væri málið. Að flytja í, þú veist, þú veist, þannig bóndabæði sem er okkar höll, skilur í öðrum löndum, þá eru skilur herragarðar og höllir en við erum með Bessastæði. Þú veist, það er engin, þú veist, maður er forseti, fólk sem býður sér fram til forseta er ekki, vill ekki jöfnir. Ef maður lítur öxl og hugsar, sko, að því að Vigdís er held í hugum flestra svona forsetinn með greini. Hún er bara forseta á Íslandi. Og var rosalega andkynning, hún var alltaf fyrsta konan sem að gegndi þessu embætti og ofsalega svona fáuð og flott og hún líka var mjög mikið að mynda að leggja upp úr íslenskunni svona, hún var svona svolítið að koma í okkur þjóðastolti svolítið sem fólk pælir ekki það mikið í en hún bjóð til þetta sterkustu kallarnir og fallegustu konunnar pepp sko þannig að vil maður kannski hafa forseta já, sem einhvern svona
svona... Þá getum við bara gert íslenska handboltalandsliðið það fórseta Íslands. Já. Nei, Halla Hrund er náttúrulega í rauninni bara já, hún er svolítið að fara þangað. Hún er sækjum sem Vigdís. Þú veist, hún er klæðis eins og Vigdís, þú veist, hún talar eins og Vigdís. Og svo náttúrulega, drullar hann upp á bak með að segja aðhyllast Kristín Gildi og eitthvað svona. Það er náttúrulega polarisera svo mikið, þannig að svo fellur hún í könninni. Þú veist. En ég held að hún væri líka alveg ágætt á bestu með kindina sínar. Kristín Gildi er fín. Ég það er ekkert af þeim. Þetta er bara svo polarisera, en sko MBL er náttúrulega ógeðslega fyndið að þau, þú veist, að hún fái þessa spurningu hana á þessu pallborði hjá MBL, þannig að hringin kringum landið eða hvað þetta heitir. Af því að þetta er bara fella, því að þú veist, hún getur ekki svarað þessu rétt. Þetta er alltaf að fara að polarisera einhvern, þú veist, þannig að það var MBL að, þú veist, að fella fæti fyrir hana, þú veist, fyrir Katrínu í rauninni, af því að MBL er náttúrulega... En þetta er klassísk, fórsta spurning, vegna þess að ég manna Ólaf Ragnar fekk hana 96, hann fann allt í hennu hjá sér barnatrú og gerðist bara... Þá held ég 86 var þetta ekki polarisandi. 96. Já, 96, þá var þetta ekki polarisandi, sko, eins og er núna að tala Kristín Gildi. Er þetta polarisandi? Kristín Gildi? Já. Að tala Kristín Gildi? Já. Hver? Ég held að þetta stuði fólk, það er náttúrulega mjög margir búin að skráða sig úr þjóðkirkjunni. Já, þú veist, fólk er eitthvað, mikið af trúleysingum á Íslandi, sko. Þetta er íhald, þetta er, þú veist... Ég harður Kristoffer Hitchens fann sjálfur sko það er svona sá sem að leiddi svona anti-theist byltinguna svolítið svona upp á 2000 sem að byggir á því sem hefur aðeins fallið síðan það er svona meira hittamál upp úr 2000 sko vantrú var upp á sitt besta Er hann svona vantrúmaður? Já, hann er svona hann skrifaði bók sem hét God is not great, how religion poisons everything. Þannig að hann var alveg svona þar. Dawkins dæmi líka. Já, þeir voru einmitt góði vinni sko. Þeir voru fjórhöfða skrýmslið, Sam Harris, hann og Dennis það stóluðum. Þetta er svona svolítið þetta er gammal tíðarandi eitthvað. En fólk er samt svona þetta er líka dóttir besti flokkur sem vildi ekki fá. Líka að atheism eða svona andtrú er líka dóttir. Ég meðist bara kristni vera allt í henni að ná svolítið vopnum sem að ný sko. Hún er að því. Eins og til dæmis með nýja biskupnum, hún er svolítið svona uppfærður biskup. Myndi ég segja. Hún er svolítið svona hipp og cool og kirkjan líka er að taka við starfi sem að svolítið bara sálgæslu, fjölskylduráðgjöf og hlúa fólki í áföllum og svona. Kirkjan er að sinna ókeypis störfum. Eins fucking gott. Ekki ókeypis. Nei, skiljið, þú þarft ekki að borga 20 skall fyrir klukkutíma viðtali fjölskylduráðgjöf kirkjuna. Þú borgar það en það fyrir eftir eitthvað nú að gera það. Það fyrir ekki þínum vasa. Það er ekki dreigur launum. Þú skilur hvað ég er að segja. Já, þannig að ég er að segja að þarna er alveg bara hellingur af fólki sem er vel menntað sem er búið að læra mjög svipað hlut og sálfræðingar og sálgæslu og eru aðstoð sem er gott. En er líka ekki í mannskoðu þegar ég var í mennskóla þá var þetta skrási úr þjóðkirkjunni bara svona neyri matsal og það voru bara svona ungi menn, 17-18 menn í jakkafutum sem voru bara svona hart að advokera sko fyrir að maður skrási úr þjóðkirkjunni og það bara gerði það óslega margir sem eru síðan ekkert að fara að skrási aftur en þú veist já, mér finnst það óslega áhugavert að pæli þessu að kirkjan sé hann á vopnum sínum á ný, ég veit ekki alveg vonandi þú veist, ég meina orðsvilstu já, ég bara samt einhvern veginn eins já, ég svona líka hugsa um hann nýja biskup sko, kirkjan er líka bara að reyna að standa fyrir eitthvað kirkjan finnst mér að vera svona að reyna það í samtali, þú veist, og einhvern veginn eins gott, eða þú veist ég veit ekki, þú veist, þá geti ég jafnvel verið betri í því, sko. Mér finnst það svona, þau sinna allt of litlum hóp, sko. Ég vilja sinna stærri hóp, en svo líka munið trans-Jesú. Það er mesta PR-flopp sögunar, held ég. Það er Jesú var ég var búin að blokkera það út og rauða hausnum bara, það var ekki mjög margir spenntir, það var ekki með kirkjuna sem voru spenntir fyrir því. Það var mjög pínlegt. Það var alltaf að sá hópur sem lét þetta fyrir tögunar sem var svolítið HR. Það segir ekki endilega að þetta hafi stuðað marga, sko. Nei, það er kannski hægt að segja að það er margt í dag hávær minni hluti eins og sagt er. Reyti í sambandi við kirkjuna sem kom fram í þessum viðtölum mínum við þau sem ég hafði ekki átt á mig á. Það var einhverja þeirra, ég held að það verið Guðrún sem hafði sagt sko, nei, það var dómkirkjupresturinn
sem sagði hérna, þú átt á því að MeToo byrjaði í kirkjunni og þá var það hérna mál Ólafs Skúlasonar. Já, Guðrún Ebba. Já, nei, hérna, hvað heitir hún? Hún dáin núna. Sem að hérna sakaði hann kynferðislega áreitni. Og það mál var hvað, alltaf ekki verið svona 95, 96. Kirkjan glímdi við það. Er ekki svolítið stretch að kalla það fyrsta MeToo-málið? Ja, það svoleiðis mál sem að það sem að opinber maður í valdastöðu sakaður að misnota vald sitt og stöðu sína gagnvart konum. Ef þið munið eitthvað eldra þá getið þið leirið það. Já, ég meina þú veist, þegar þessir undirskriftalistar til að skrifa svo úr þjóðkirkjunni voru látni ganga, þá var sama fólk rosalega mikið að tala kaþólsku kirkjuna og presta og pedofíla og þú veist, það er náttúrulega máli í Landakotskirkju. Þannig að þú veist, þetta hefur verið bara svona, er þetta ekki stærsta gagnrýnin sem þessi stofnun fær á sig þú veist, bara helma yfir eitthvað svona ofbeldi. Ég veit það ekki, þetta er þarna. En ég veit ekki hversu mikið þessi stofnun búin að sanna að eitthvað svona gerist ekki í dag, sko. Var ekki gert grín að þessu í áramótaskaupinu bara fyrir örfáum árum? Það sem að biskupi var einmitt á einhverjum fundi að ræða, þetta nú stólið mér hvaða mál þetta var. En það var gert grín að því í áramótaskaupinu að minnir þar sem að biskupi var á fundi mitt í einhverju sáttafundi og gert grín að þeim svona ummælum sem var látið falla þá. Man nú ekki nákvæmlega hvað það var. En þá, þetta sko, þessi gagnrýni gagnvart kirkjunni og biskupsembættinu hefur náttúrulega verið, hún er ekkert sko gömul. Þetta í rauninni búið að vera svolítið alveg allt þar til í dag sko, gagnvart þessum kynferðisafbrotum og svo náttúrulega á 7. áratugnum í hérna, sem byrjaði náttúrulega í Boston gagnvart kaþólsku kirkjunni sko. Sem þeir eru náttúrulega leiðréttu aldrei, heldur færðu bara menn á milli embætta. Það var Sigrún Pálínar sem að ég var Já, alveg rétt, já. Það er náttúrulega sko, já, þetta er náttúrulega saga, nýlendu hernaður og kristni boð og þetta er náttúrulega rosalega ljót saga á bakvið þetta, fullt af fólki sem bara var myrt, heilu ættbálkarnir bara þurrkaðir út og pyntaðir að þeir voru ekki að haga sér eftir kristnum gildum, þannig að það er svona kannski ekki skrítið að þessi trúarbröðar fengið svolítið óvarð á sig gegnum söguna. En í kjarnanum þá er þetta náttúrulega bara óbúslega fallegt. Búddismi og kristni í essensin til dæmis bara mjög svipaður. Jesú gerði eiginlega bara það sama og Búdda gerði. Þeir föstuðu og hugleitu og voru með 12 lærisveina og yfirgáfu sitt fyrra líf til þess að ganga inn í andlega heiminn og svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara svona goðsagnir sem að kenna okkur eitthvað. Já, svo er það bókstafstrúin náttúrulega í báðum þessum fylkingum sko, sem hefur náttúrulega leitt til þjóðamorða. Já, sem ykkur alltaf að saga, nákvæmlega, og að gera núna til dæmis á Indlandi akkurat. Mikil kallremba líka í búddismannum. Og ég skráði mig í þjóðkirkjunni því ég var, því ég fikk aldur til þess að því ég var feministi og las biblíuna og ég hugsaði að þetta er bara manjól fyrir kalla. Og 10. boðorðið ennþá, þú skalt ekki girnast, asna, ambátt, hugsaði eiginkonu náungaðins. Það er ekki búið að breyta því. Þetta er ekki fyrir mig. Þannig að já, það er ekki skrítið þetta sem bara drepp sko. Haldið ef við myndum halda áfram að tala trúmál hérna, að það færi allt í hundu gott. Hvað meinar? Það er stundur sagt sko að maður er alltaf að leysa upp kvöldurabóð þá maður að tala trúmál. Bill Maher segir að kannski eru trúmál bara ekkit stort issue lengur. Nei. Örglega ekki, við erum með sálfræðinga í staðinn. En þetta er samt satt sem þú segir kristin gildi að þau stuða, skilur, út af því að þú veist, ég held að það er dottið úr tísku að þarna þessi herskái trúlýsingjar eru dottið úr tísku, en við erum samt einhvern veginn svona, þú veist, við stífnum upp ef ykkur segir kristin gildi og því að við erum bara, hvað ertu að fara, þú veist, bara, já, ég var bara að gifta mig og bara eignast 7 börn og bara banna vera samkynniður og jara, skilur og bara, þú veist, það sem að og það sem ég hugsaði, sko, þegar einhver segir kristin gildi, þá hugsa ég þú veist, kristinfræði í skólum, þú veist, aðskilnaður ríkis og kirkju, þú veist, ég fer að hugsa í þeim, skilurðu. Það eru kristin gildi hjá þér, já. Já, þú veist, ég tengi þetta við það, sko. Ég hugsa... En enda sko fjall hún held ég hvað, 10 stig eða eitthvað? Ekki eftir þetta. Þessi frétt kom svolítið seint. Þetta var eftir kaplaðurnar. Já.
og þannig að ég held að það sé ekki út af þessu. Það frekar með þetta reyndar maskinu svolítið djarflega sagt að hún hafi rapað í fylgi og eitthvað þess, því að það er svolítið erfitt að vera að vikta saman svona bara helming. Hún toppaði bara alltaf snemma, sko. Katrín er alltaf að fara að vera kosin. Og þetta, Katrín er alltaf að fara, þú veist, það er bara... Já. Af hverju? Af hverju? Vegna þess að hún er bara, fólk bara þekkir hana, það veit hvernig hún haga sér, það gengur á einhverju vísu með hana, hún er múið þægileg, alveg reynd. Þú ert handviss. Hvað heldur þið? Ekki hugmynd. Ég hef ekki hugmynd, sko. Ég held alveg að það geti eitthvað gerst. Fram alveg bara frá því á nýjársdag, haldið fram að ef að Katrín myndi bjóða sér fram myndu vinna þetta. Ég hef bara heyrt hægri menn segja þetta. En þú segi, ég var ánægð með... Og vinstra fólk. Núna. Ég var ánægð með hvern sem ég bara, ef ég veði setja húsið mitt fyrir þessu, þá myndi ég veðja á hana, sko. Já. Þannig við lendum ekki í því að, ég man að einu sem fór til New York, þegar Bush var forseti. Og maður fann það eiginlega á borginni að henni leiddist þetta ástand. Það sama ég sagði ég nefndi einu svona í Ítala sem var eiginlega að reyna að útskýra fyrir mig hvað það var ömurlegt að hafa Berlusconi yfir sér. Að þú veist þetta bara misti á hana yfir Ítali. Við erum ekkert að lenda inn í svona. Svona kosninga áróður bara leiðilegur og bara áróður pronto leiðilegur. Svona tróð upp á mann einhverju. Og minnst líka eins og í þessum kappræðum, það er það að tala hvað þau ætla að leggja áherslu á og eins og þau séu að fara að gera eitthvað þarna. Og þú veist, minnst þetta svo mikil, þetta bara svo mikil þykistuleikur að fyrir töðan á mér. En Vigdís lagði áherslu á landi, tunga, þjóðan, sagan. Það fullt af soft power sem kemur úr sembætti, sko. Og Guðni með buff og svona... Já, Guðni með ósamstæða sokkunum og hjólaðar og eitthvað. Það má efast áhrifavald forsetans þegar hann þarf að tjá sig með sokkunum. Þá fer maður að efast að það sé raunverulega staðar sem hafi áhrifavald. Mér finnst það einmitt hafa... Með sokkunum. Nákvæmlega. Ef þú getur haft áhrif með sokkunum, þá er það vissulega áhrifambætti. Það er ekki hægt að vera rökverðin en öðru. Guðni hefur alveg gert það svolítið vel, sko, að styðja og tala fyrir hlutum mjög undir rós. Þannig hefur gert það svolítið vel, því hann hefur alltaf reynt að gæta hlutleysis og vera svo ofboðslega, nágrann okkar allra, einhvern veginn, hann er svona eins og... Hann er svo alþýðlegur. Og það er alveg, þú veist, það heppnast alveg hjá hann. Við getum alveg gefið honum það. Já, ég er bara mjög ánægð með hann, sko. Svo er hann beittari núna eftir hann tilkynnt hann. Það er það sem ég ætla að segja. Palestínu tónleikana á þriðjudaginn. Já, það er náttúrulega frétt. Það er svolítið áhugavert. Og forsetaframbjóðendur föttuðu ekki að þetta væri staðurinn sem ættir að vera. Og svo er hann að greinin hennar Sölku, vinkonu þinnar, að svolítið að polarisera. Já, mitt. Ég var ekki búin að lesa hana. Það er alveg, ég er búin að sjá svolítið það í dag, sko. Fólk er svolítið að tala hún skrifaði grein að Katrín hefði svikið Palestínu, eitthvað cirka bát. Já. Og það er alveg, fólk alveg hægri og vinstri að ráðast að þeirri grein, sko. Þykir hann ganga á langt. Það er mjög áhugavert. Hvað finnst ykkur það að Eurovision hafi einhvern veginn orðað svona stór pólitísku fyrirbæri? Það hefur alltaf verið. Já, það er reyndar alveg hárrétt og sérstaklega með fjölbreytileikan og samkynhneigðina og allt þetta síðustu ár. En mér finnst þetta var svo ofsalega mikið hérna á Íslandi, ég veit ekki hvort þetta var svona víðar í Evrópu. Guð, það er búið að vera 100.000 manns að mótmæla í Malmö núna til dæmis. Í Malmö? Já. Út af Ísrael keppti. Það var baulaðan á æfingunni og svo var henni fagnað á sviðinu. Og í Belgíu þegar Ísrael var með atrið sitt í gær og þá settuðu svarta skjástillu yfir atriðið og belgíska ríkissjónvarp. Já. Áhugavert. Okay. Já, þeir gerða það tvísvar í útsendingunni. Já, mér finnst þetta ekki pólitískt og ég ætla bara að leyfa mér að hafa það þannig. Mótmælin eða? Nei, Eurovision. En ef belgíska útvarpið lokar á útsettingu með svörtum skjá. Hann er að segja Eurovision í eðli sínu sé ekki pólitískt. Fólk að kræfa mig það að gera þetta pólitískt og ég segi nei takk, ég ætla bara að... Þetta er orðið pólitískt, það skiptir mjög litla máli hvað þú segir. Já, mögulega, en ég eins og ég segi, sko, ég bara, praktisera svolítið það sem Czeslaw Milosz sagði as if, ég byggja þetta á því að ég haga mér eins og að Eurovision sé ekki pólitískt og þar lendi ger ég það ekki pólitíst. Það er það sem ég er að hugsa líka. Þetta er eitthvað bara svona fólk að tala, skrýtnum fötum. Þú veist, í því að segja þetta standi fyrir þetta eða þú styður þetta. En ég meina, já, kannski er þetta stór pólitíst. Ég meina, sko 40% af Ítölum kusu Ísrael áfram
sem að eru 40%? Pólitísk skilabóð, já, 40% og næsta land á eftir var hérna Holland. 40% af hverjum sér? 40% af öllum sem að kusu, 40% atkvæða frá Ítalíu fóru til Ísrael, sem að, ég veit ekki, en ég ætla að halda þessi ópólitísk. Hvað er það? Það eru pólitísk skilabóð, ég skal alveg viðurkenna það. Já, heldur betur. Já, mér finnst það svolítið áhugavert eins og hérna á Íslandi. Mér var fara að leiðast hvað þetta var mikið rætt, sko, Eurovision, bara endalaust og bara, ég skil ekki af hverju þetta skipt svona miklu máli og við vorum ekki, þú veist, ég var bara komið með rosa mikið leið á þessu og fólk var svolítið að spyrja, sko, hvað er eiginlega máli, af hverju þessi áhersla á Eurovision, en ég skil það ógeðslega vel á Íslandi út af því að það horfa allir á Íslandi á Eurovision. Ef þú ætlar að reyna að þarna kveikja upp einhverjar umræður, skilurðu, eða vekja athygli á okkur, whatever, þá kompromæsaru Eurovision, þú veist, þá bara ferðu í Eurovision og bara adressar málinn þar, skilurðu. Þannig að út af því þetta er bara stærsti sjónvarpsviðburður ársins, þetta er eina fyrir utan Skaupið sem við horfum alltaf á. Nei, það eru fleiri sem horfa á landsleiki en við kepptum samt á móti Ísrael og það var ekki sama hafveri. Ég held, sko, og þetta er óvinsæl skoðun, en sko, ég held að sé bara að Eurovision aðdáendur séu meðvirkari. Ég held til þess að RÚV RÚV eitthvað hérna 1 stig fyrir Ísrael og ég meina, ég held að þetta sé meðvirkni og ég held að, þú veist, eins og við sjáum bara menningar meðvirkni með hverju? Gagnvart því að gera þetta pólitískt, skilurðu, að það sé sjálfkrafa. Ég meina, þetta er í Malmö, Ísrael er á sviði, við formingin svona á svið með hérna Ísrael, en samt sem áður erum við að keppa við Ísrael í fótbolta og öllum er sama. Það er út af því að þetta er fótbolta. Það var ekki með öllum sama. Ég veit ekki alveg hvort öllum var sama að við vorum að keppa út í Ísrael, sko. Það hefði íslensk landslið. En þetta er líka bara þetta er bara tvær mismunandi demografíur. Ég meina, þú veist, það eru hinsegin fólk og konur sem horfa mest og börn á Eurovision, en það eru hérna gagkynhneigðir karlar sem horfa á fótbolta og öllum öðrum er drull fótbolta, sko. Þetta er bara. En aðdragandinn líka að þessu hefur verið svo einkennilegur. Ég meina, það var mjög fyndið að sjá hérna viðtal við Heru, þar sem hérna Baldvin í Kastljósinu náttúrulega RÚV alveg búið að skýta upp á bak við öll skref í því, sko, hvort er alltaf að taka ábyrgð og hvort við verðum að fara eða ekki fara, er þetta aðskili, er þetta ekki aðskili. Svo hérna alveg magna til að kóróna þetta, mér varst ekki að fá náðu mikið athygli. Þegar Baldvin í Kastljósinu hérna tók Heru í viðtal í Kastljósþætti og spurði hana hérna, hvað finnst þér eiginlega að vera að fara? Eins og hún ætti að vera að svara fyrir það, sko, sem er að gerast í Miðausturlöndum. Og ég hugsaði bara, af hverju spyr hún ekki á móti? Hvað finnst þér að vinna hjá stofnunum sem er að fara að sýna þetta? Þú veist, af hverju erum við að ræða þetta svona? Þetta var stórkostlegt. Bara bæði geta svarað þessu, er ekki alltaf lagi? Jú, en þetta var bara svo skrítið að stilla henni upp. Já. Í þessu eitthvað, hvað finnst þér? Hún stillir sig sjálf upp, sko. Hún stillir sig sjálf upp. Hún velur að taka þátt. Bassar Murad stilti sig líka upp, hvað fannst okkur um það? Var það líka En hann var með pælingu, hann var með agenda, hann hefði alltaf getað útskýrt þetta. Þannig að það er ekki söngvakeppni heldur hugmynd okkar um það hvað hugmyndafræðilega eiginleika þessir keppni. Ég held að hann hafi ekkert með svarað í akkur hann er með atriði í keppni þar sem þú getur hitt Ísrael. Ég held að hann hafi spurð þessu. Þetta er bara normal spurning. Svo líka bara, já, ok, ég veit ekki hérna muninn á íþróttum og svo tónlist og því ég held að íþróttamenn hafi oft tekið pólitískar afstöður í íþróttaleikjum, sko. Hann gert alls konar hluti og bara, þú veist, það er geggjað en svo er það líka þannig að, þú veist, tónlistamenn, listafólk, það tala meira, það tjáu sig meira, skilurðu, það er bara þannig, skilurðu, og listin er að reyna að eiga eitthvað samtali í samfélagi, þess vegna er það meira reach. Herðu, kom til mín hérna í vikunni, hún Fida Abu Libdeh sem kom til hérna frá Palestínu, fædd í Jerúsalem, kom hingað með móður sinni þegar hún var 16 ára, eitthvað tímann miðjan 10. áratuginn. Og ég spurði hann um þetta með sambandi við Eurovision og við vorum að tala bara um Gaza og henni leiddist þetta eitthvað leiti, sko. Hún var að velta með byrja af hverju snýst umræðan Gaza einhvern veginn af hverju er vígvöllunum í Eurovision. Getur ekki bara ítti í burt og bara talað málið sjálft aumingjaskap íslenska stjórnvalda gagnvart þjóðarmorði í Gaza. Já, til dæmis. Líka bara fólk sem er að reyna að hafa áhrif. Ég er alveg sammála þessu en ég er líka að sé þetta sem eitthvað effort, eitthvað viðleitni til þess að hafa áhrif og bara hvar getur haft áhrif til dæmis fólk er búið að fara og mótmæla skrifa undir, þú veist, ótal marga einhverja lista
gefa, þú veist, 30% af mánaðarlaunum sínum í alls konar peningasafnanir og þetta bara tjaldafrutun Austurvöll kasta glimmeri farin í þingsal ég veit ekki, við getum fólk getur haldið því áfram, skilur við kannski þetta bara dyggðaskreiting til að koma sjálfum sér á framfæri ég held að þetta er það því að þetta náttúrulega að draga fókusinn af raunverulega atburðunum og það leiðandi þetta það samt? Mér finnst þetta en hvað með bara boykotta öll lönd sem að fara í stríð í bara svona eitthvað gamaldags stríð að drepa og sprengja fólk og sprengja skóla og sprengja spítala bara þú gerir það, saman hvort þú ert Rússi eða Ísrael eða hvaðan sem þú ert og tekur upp á svona einhverju þá ertu bara boykottaður út úr öllum keppnum öllu sem að tengist einhverju svona þar sem allar þjóðir koma saman en það er bara út af því að Evrópa er í þessu stríði með Ísrael það er svo stór partur af Evrópu sem er í þessu stríði með Ísrael bara, þú veist í bandalagi við bandaríkjamenn og þú veist, þau bara ekki, fattar þau? Já, ég fatta, en það ætti í rauninu bara tæknilega síðan, þá á þetta að vera svoleiðis að bara sú þjóð sem að gera þetta, sem að bara fer og drepur, þið veit, bara sprengjur og drepur og rústar eins og var bara gert miða síðustu öld á Vesturlöndum, tökum ekki þátt í þessu, bara út með ykkur, verið úti. Já, ég held líka í prinsip mín, ég held að Rússam ætti heldur ekki að hafa verið útýst úr keppninu þetta, því ég held að einmitt menningarlega úthýsun Rússa hafi rauninni gert það að verkum að Pútín gat í rauninni sannfært fólk það, sjáu þið hvað þeir eru að gera, þeim þótt ekki að vænt ykkur. Ég held að einmitt að þegar að sérstaklega svona soft power eins og menning og listir eru til umræðu, að þá er einmitt að reyna að viðhalda þeim channelum opnum út af því að ekki er Eurovision einhvers konar efnahagslega jákvætt fyrir efnahag hvers land, þannig að ég held einmitt að þegar við erum að tala um Ísrael og þegar við erum að tala sem það er alveg skrítið að þeir séu í Eurovision yfir höfuð, en það er annað mál. En ég held að Rússum hefði aldrei átt að vera útýst. Það er ekki annað mál, því það er nátengt. Já, ok, en ég er bara að segja að mér finnst einmitt að það eigi að vera haldar þessum channels, og ég fá opna orða þannig, að þeim eigi einmitt að vera haldið opnum þegar það kemur að menningum og listum. Ég held einmitt að svona aðskilnaðarstefna sé eitthvað sem að spilast upp í hendunan á stjórnvöldum sem eru mjög oft á tíðum mjög slæm. Þú vilt fá Rússa á Ólympíuleikana? Já. Já, ég er alveg svo sem sammálega, ég skil hvað þú ert að fara og ég verða viðurkenna sjálf, ég hef brenn ekkert eldheitt fyrir Eurovision, Ertu þá að segja þess að þetta bara íþróttir og listir og svona, það sem stendur utan við þessa svona basic politík, það eigi bara að vera opið, þar eigum við bara að vera vinir og... Já, ég meina út af því ég hef reynslaði að fara erlendis með keppendur, sem erum að keppa í hnefaleikum og við eigum mjög mikið að samskiptum við alls konar fólk. Og stelpur kynnast stelpum frá Afrikulöndum og strákarnir kynnast krökkum frá Austur-Evrópu og fleira þar fram til götunum og ég held að svona geta alveg haft áhrif út af ég menna eins og með Rússana, þeir reyndar voru náttúrulega aðalega úthýst fyrir það að vera með steranotkun á sinni tíma og hafa ekkert verið komnir inn aftur eftir það en það er mér finnst soft power, svo ég nota þetta aftur, svona mjúkt vald eiga svolítið undir högg að sækja, ég held að við séum á miklu hættulegri stað heldur en að við gerum okkur grein fyrir. Ég held að ég las bók eftir Eric Hobsbawm sem marxisti mjög áhugaður bók sem heitir Age of Extremes og þar einmitt fjallar hann það að öfgahyggja er svolítið eins og verðbólga. Þú tekur henni ekkert eftir henni fyrir hún er komin á stað og þegar hún er komin á stað það er mjög erfitt henni niður. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við erum að horfa upp á bara víðsvegar. Núna til mér í Bretlandi þá var maður sem var kosin inn og kallaði Allahu Akbar og að það ætti að frelsa Palestínu og náttúrulega allir hægri menn í Bretlandi náttúrulega urðu óðir og ég meina Keir Starmer er búin að bókstaflega segja að hann ætlaði að bara sjá til þess að útlendingalögin verði nákvæmlega eins og íhaldsmennir hafa nema hann ætlaði að viðhalda velferðarríkinu. Þannig ég held að við séum á miklu hættulegri stað í Evrópu. Við erum á þessari leið hér að það sem að bara er keppni milli stjórnmálafólks að herða útlendingalögin og við í Bretlandi erum við byrjað að senda fólk til Úganda og við þekkjum söguna í Danmörku þar sem að var byrjað að herða útlendingalögin einhvern tíma snemma þessar öld og svo er bara alltaf verið að herða þau vegna þess að það er engin, þetta breytist ekkert en það er bara alltaf að vera svarið fólk er bara óanægt í samfélaginu það verður ekkert klaðar að þetta útlendingalögin svo hert og þá er svarið bara það er herða enn frekar. Það er það sem að er verið að meina með þessu, að þetta er eiginlega botlaust. Af því að raunverulega er tilgangurinn ekki að laga neitt í raunveruleikunum, heldur að
bara að næra reiði fólks og Já, það náttúrulega líka samt að svara ákveðna eftirspurn af sko menningarbreytingum. Bjarni er að svara þessu, Sigmundur er að svara þessu, Kristóf Frostadóttir er að svara þessu. Ég hitti Hermann hérna sem starfar í Suður-Fraklandi fyrir skömmu og hann var einmitt að lýsa fyrir mér Mann sem heitir Hermann Nei, Hermaður Maður úr Hel Ég var líka bara, hvað er Hermann? Nei, hann var að lýsa fyrir mér sko hversu mikill rasismi er orðinn sko rosalegur í Suður-Fraklandi og þar eru bara hópar sem að tala hvorki ensku né frönsku, heldur tala bara arabísku og hann sagði að við erum einfaldlega þannig að það er ekki vaninn að herlögreglan sé á staðnum en það er einfaldlega orðið bara hluti hans starfi út af því að það eru bara mikil félagslega vandamál, það eru mikla erjur á milli hópa. Og eru herinn góður í að leysa félagslega vandamál? Ég bara örugglega ekki sko, en hann er ekki annað til að leysa vandamál, hann er bara til að halda einhverju pottlóki á og það sem eins og ég var að nefna áðan En hann leysar ekki félagslega vandamál? Nei, en við þurfum líka að horfa til þess að ég meina það er verið að svara ákveðna eftirspurn það að takast á við menningarlega breytingar sem hafa verið að eiga sér stað í Evrópu. Er ekki bara verið að svara eftirspurn eftir hörku, ég held að Óli Björn hafa kallað þetta stálnefan, þetta að mæta innflytjendur með stálnefa. Já, en það bara hefur ekki tekist jafn vel og óskast var eftir að aðlaga allskyns hópa allir eins og í Svíþjóð. Og aðlaga fólk ekki með því að mæta því með ofbeldi. Nei, og eins og segi, þú veist, ég menna sko, við þurfum líka að gera grein, sko, Gert Wilders var 33% í skoðanakönnunum. Gert Wilders er maður sem að tala fyrir því að það er banna Kóraninn, taka alla múslima og henda þeim út á landi. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn saman. 33%? Jú, 33%. Já, en þeir tala ekki eins og Gert Wilders. Nei, hann var ekki með það. Þú varst ekki að segja það. Nei, ég segi þetta er sama fylgi, 33%. Já, sem er rosalega, eins og ég segi, og þetta er rosalegur fjöldi og hann sko... Það sama fylgi og Hitler fekk í síðustu kosningunum. Nákvæmlega, og eina stefnumálið hjá Gert Wilders er bara að sópa öllum múslimum úr landinu, banna Kóraninn og hann var einmitt spurður sko hérna... Það er klikkað. Já, það er klikkað og ég meina, hann var spurður hérna af einhverjum fréttamanni sko hvort hann væri ekki aðlað af einhverju sundrung og hann sagði bara hérna sómalískir innflytjendur eru man ekki X af hérna sem sagt þýðinu og fremja X mikið af glæpunum sem var miklu herra heldur en almennt og hann sagði bara hérna og fréttamaðurinn spurði hann bara heyrðu, já, þú veist, er það ekki okkur að kenna og þú veist, klúruðu við ekki inngildingun og aðlögun og hann sagði bara, ég er ekki sálfræðingur með drullu saman að þetta fólk þarf að fara á landinu. Þetta er 33%. En ef maður myndi segja í Bandaríkjunum eins og ég kannski fyrir Trump að segja þetta að svartir í Bandaríkjunum er bara 14% af fjöldunum, þeir eru 52% af föngunum. Ef við ekki að henda bara svörtum út úr landinu. Þannig að hverju ganga þessi rök í Hollandi en ég held að sko Trump myndi ekki einu sem segja þetta í Bandaríkjunum. Það heitir svo gaggalagú. Ég held bara mögulega að við sem líka átt okkur á því að þú veist kannski byggum við til eitthvað svona illusionum að við værum minni kynþáttahatrar heldur en við erum að við það var eitthvað svona narratífa, eitthvað svona, ég veit ekki að við værum öll svona eitthvað neginn á miðjunni í pólitík og værum öll svona eitthvað neginn, kannski svona pingu fordómafull en ekki rasistar, aðeldumst ekki kynþáttahyggju, þú veist, og svo er það bara komið ljós að það var kannski bara algjört kjaftaði. Mér finnst það ekkert endilega máli vera að það sé búið að búa til fullt af nýjum rasistum, sko. Mér finnst þetta meira bara vera fólk veldi grímuna. Já, ég veit það ekki. Ég er svona, þú veit það er svo stutt. Það gerði til dæmis í Danmörku. Tími. Það gerði í Danmörku að þegar að þessi viðhorf voru gerð stofuhæf, það kom í ljós að þau voru miklu útbreiddari heldur en fólk hélt. Já, ég held að fólk sé frekar bara búið að vera að býta í tunguna heldur en eitthvað að það sé hafi átt sér í fyrsta lagi sér massíf hugarfarsbreyting í eina áttina og svo aftur massíf hugarfarsbreyting tilbaka. Þú veist, ég held bara að svona hugarfarsbreytingar hljóta að gerast á miklu lengri tíma. Ég meina, er það ekki smá... Það byrjaði 11. september. Hugmyndir múslima í Bandaríkjunum fyrir 11. september var Muhammad Ali og Malcolm X, Lauryn Hill, Fugees hljómsveitin. Það var Íslam í huga svarti, já, basically svarti Bandaríkjumenn, Íslam, voru sami hluturinn. Svo gerist þetta og þá bara einhvern veginn komin óvinnur, tók annar óvinnu við í staðin fyrir eftir kaldastríð. Mætti allar bíómyndir. Mætti allar bíómyndir, já, bara alveg keyrt út hérna á Hollywood. Bænakall merkjum að ofbeldi sín ánd. Algjörlega, einmitt. Ég held að samt sem aður að, þú veist, ég er alveg sammála að hluta en ég held samt sem aður að við þurfum ekki, feimnin við það að tala raunverulega vandamál sem fylgja því að taka á móti stórum hópum sem eru af öðrum menningarlegum bakgrunni
ég meina, þú veist, ég hef verið í rasísku eins og ég veit það bil svona ári á lífum mínu á Indlandi og ef að þið komið þangað þá fáið þið raunverulega það bara fólk sem að tala bara hérna, nei, það kannski alltaf lagi að séu drefnir út af því að þeir eru á þessum kynþátti. Við horfum bara Indland sem bara Indland en þetta eru náttúrulega rosalegir þjóðfólk. En ég held að feimnin við það að ræða þetta hefur allir því að til dæmis eins og í Svíþjóð að það hefur bara ekkert verið tekist á við þessi vandamál og og líka bara eins og ég segi, það er menningarlegu munur. Ég spurði til dæmis Orra Pála á sínum tíma þegar hann var að tala það að við ættum að inngilda og ættum að koma til móts við hópa. Ég meina, það virkar eins og Erik Weinstein segir að ef þú ert með aðlögun og inngildingu að þá virkar það up to a point eins og ef við hugsaum bara umferð. Hvað er inngilding? Já, það er orð sem ég reyndar að lofa mér að nota ekki, mér finnst það algjört rugl. Já, ok. En inngilding? Já, ég skal koma að því eitt smá. En vandamáli Hvað meina það inngilding sem vandamáli, það er bara hugtak sem að lýsir. Ertu að meina það? Ok, ef við viljum inngildingu og við höfum að koma til móts við hópa í samvættu við það að hvaða menningarlegu gildi við viljum viðhafa og hvaða menningargildi við erum tilbúin að taka við. Ég meina, hvaða inngildu menningargildi til þess að taka frá Afganistan? Hvaða menningargildi getur við fengið þaðan? Það er bara að leyfa þeim sem kom frá Afganistan en aðlögun væri það að hann yrði að vera Íslendingur en inngilding þýðir hann má líka vera Afgani. Já, hann má vera Afgani en hvaða menningarlegu gildi sem við höfum í Afganistan? Það er bara það sem hann velur. Nei, þú ert að meina hvað við erum að græða á því að taka. Er það eina sem kemur frá Afganistan sérlög? Það er náttúrulega svolítið skekkja náttúrulega eins og hjá hlutverkum kynjana. Þið veitir, það er kannski strákur sem kemur úr sveit, það er í Sýrlandi eitthvað aldrei fyrir konu sem er ekki fullum herklæðinaði hérna. Svo sér hann bara einhverja stelpur í mínipilsin í miðbæ og bara veit ekkert hvað hann á að gera. Þetta er náttúrulega. Hann jafnar sig. Nei, þau var aðgengi að vestrænni menningu og í símanum sínum og allt það. Og ég held að þetta er, mér finnst ákveðin hugsanavilla hjá þau, vegna þess að ef maður hugsar til dæmis eins og í Afganistan, hvað erum við, ef við viljum ekki taka á móti fólki, til dæmis að því þú bara nefndir Afganistan, þá getum við ekki keypt fötur H&M sem eru framleiddar. Við getum ekki notast við olíu sem er tekin þaðan. Þú veist, ef það er ekki hægt að neita þessum þjóðfélagshópum sem vestræn lönd eru búin að arðræna í 100 ára, ef ekki 1000 ára oft. Þú veist, það er ekki hægt að neita þeim inngöngu í vestræna heim sem að við erum búin að byggja á þeirra öxlum. Við erum náttúrulega búin að neita þeim það. Nei, þau eru ekki allina, það er víst búið að neita fullt af fólki Ég vil alveg taka á móti ákvörðun, það er ekki punkturinn. Nei, ég er ekki að segja að þú viljið það ekki, en ég er að segja þetta er hugsanavilla, því að ef maður hugsa bara þú veist, hvað er menningarlegt sjarjalög, bara hvað er þetta að meina, þú veist, ef að fólk til dæmis frá Afganistan myndi vilja sjarjalög, það væru þau í Afganistan. Fólk er að flýja ákveðið ástand, ákveðið pólitískt ástand sem hefur verið hrundið á stað vegna vestrænna afla. Þetta er ekki rétt, en Er þetta ekki rétt? Nei, þetta er nefnilega ekki rétt út af því að ég meina það eru til dæmis, ef þú tekur skoðanar margra múslima til dæmis eins og í Bretlandi, þá er mjög stór hópur sem að telur að sjarjalög eigi að vera yfir landsins hafin. Þannig að þetta er ekki rétt hjá það að sé bara, Hvað er það? Í Bretlandi. Hvert er hlutvallið af öllum múslimum í Bretlandi? Meiri hluti vilji sjarjalög? Ég held að þetta hafi verið kringum 30%. Nei, þetta er bara, það er hægt að fletta þessu upp. En þau gilda umfram bresklög. Já, og en vandinn sá, eins og segi, ég vil taka á móti fleiri innflytjendum og ég er mjög ánægður, en það er bara ákveðin gildi sem að við viljum, það er mjög einkennilegt alltaf að þeir sem allir telja sig vera, feminista og rosalega réttinda gagnvart alls konar hópum vilja gefa afslátt þarna og það er það sem ég held að Út í feministiski baráttu? Já. Vil ekki gefa afslátt? Nei, þú veist eins og þegar Talibana tóku yfir, það fyrsta sem þeir gerðu ára 2020 þegar þeir réðust inn, réðust ekki inn, þeir tóku yfir aftur, að það var að banna ungu stelpum að lesa. Og af hverju gera það? Það er út af því að það á að vera ákveðin aðgreining á hópunum sem er kerfisbundin, alltaf um kerfisbundna mismunum, þetta er kerfisbundin mismunum. Og það eru bara svona hlutir sem mér finnst alltaf læg að fólk spyrji sig að og ég meina,
það alltaf tala núna allir sagði Kristrún Frostaði við til að mér kom með svona útlistaði útlendingastefnu samfylkingarinnar, nýju samfylkingarinnar og það fór allt í háaloft en eina sem að gerðist var að hún fekk 1% auki í skoðanakönnunum. Ég held eins og ég var nefna á. Er það ekki innan allra skekkjumarka? Jú, það innan skekkjumarka. En ég að segja hún fjall ekki. Akkur þetta draga ályktin af því, ef hún mælist við 1% sem þú veist að það innan skekkjumarka og hefur ekkert merkingu, en þetta leggja þetta fram eins og það sýni það einhvern veginn að þjóðin hafi tekið vel við þessu. Já, hún tók, sá kjósendahópur sem hún var greinilega búin að fá, tók vel í þetta. En það er ekki merkilega mun. Það er samt líka ógeðslega margir sem skráðu þessu úr samfylkingunni og mótmæltu þessu, sko. En ef ég skil þetta rétt, eins og ég upplifað það, gaman að taka á móti fólki og hjálpa og svona, en maður verður að geta það. Þetta er bara svona eins og bjóð í veislu, þú verður að eiga eitthvað að geta handa gestunum. Byggja eitthvað húsnæði fyrir fólki sem bauðst inn frá Úkraínu sem að stjórnum það var bara gleymt. Bara til dæmis, já, og eins og systir mín er kennari og hún er að segja að þeir eru rosa miklu vandræðum, en mikið að kennurum eru vandræðum með krakkana sem eru innflytjendur, vegna þess að þau kunna ekki, sko náttúrulega ensku og þau kunna ekki stafrófið okkar, þau kunna bara þetta arabíska og það er ekki kennara sem kunna arabíska stafrófið, þannig að þau eru alveg bara stopp, sko. Það þarf að hafa einhverja resursa til þess að geta fleitið áfram. Það sé allir að vilja gerðir en það er bara það þarf að hafa klárt fyrir gestina allavega svona upp, þú veist. Það er algjört klúður og ég held bara að þú veist að þarna það sé búið að klúðra þessu skilur en það er ekki út af því að það sé svo mikið af hælisleitendum og flóttafólki og innflytjendum hérna sem eru með eitthvað gildi sem við tengjum ekki við, sko. Ég bara er að hugsa sko framlag erlendra, þú veist, bara aðfluttra Íslendinga á Íslandi skilur bara ef að og því að það er svo mikið verið að tala um íslenskuna og í þessu samhengi, hún er bara orðið eitt svona sterkasta vopn einhverja þjóðarni sinna skilur bara ef við myndum alltaf skikka alla starfsmenn á Keflavíkurflugvelli til þess að tala íslensku þá væri ekki flogið það skilur það er bara það er bara til pólska í talstöðakerfinu og bara öll eldhús á Íslandi, allir veitingastæðir það er til enska í eldhúsinu þú veist, ég skil ekki pælingun út og því að strax og þú fyrir að tala svona þá getur þú bara gleymt lífsgæðum á Íslandi þannig að ég bara svona og þau eru allt sett í samangjörð það við prófað að ræða þessi mál við Pólverja þá fær maður það var strákur sem sagði við mig daginn sem að vinnum ekki með Pólverjum hann sagði að þeirra mitt ég voru með eitthvað að ræða Svíþjóð og það verið miklar erjur milli einhverja glæpagengi og hann sagði ég hef engar áhyggjur af þessu það er bara út af því að, sko, ef við tala við Pólverja þá vitum við að þeir eru kringum 70.000 eða hvað sem talan er hér á landi og þar af leiðandi verður þetta aldrei vandamál og ég meina undirliggjandi skilaboðinu þar eru bara að þeir muni einhvern veginn sjá þetta Sjá hvað? Það er það sem nákvæmlega það var það sem ég var einmitt að velta fyrir mér þannig að það er sko þú lítur að segja þessa sögu, það lítur að vera eitthvað botni í Nei, punkturinn er sá að sko hugmynd okkar það að það sé engar menningarlega breytingar er ekki á rökum byggð og það slá þessu upp sem útlendingamál og segja það að þeir sem vinna á Keflavíkurflugvelli séu undirstöðu þess að sé þetta halda út í starfsemi það er alveg rétt en við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að margir af þeim útlendingum sem eru og eru stærsti hlutin eins og Pólverjar eru með mjög varhugaverðar hugmyndir það hvernig svona þróun er og það er Þú vilt aðlaga þær svo við fáum ekki rasismængaði Ég er svo forvitin að heyra þú ert að segja Hvað viltu gera við Pólverjana? Ertu sérst að segja að Pólverjarnir eru með það sterkar hugmyndir að þeir vilja ekki fá múslima og svoleiðis fólk inn þannig að þeir eru að fara að vera einhvers konar vegatálmi sagði hann sko þannig að þeir eru bara að fara að taka þetta að sér og bara þetta er okkar svæði nú ekki til að koma hingað við erum hérna Nei, eins og ég er að reyna ekkert að lýsa mínum eigin skoðanu ég er að leggja upp staðrendarnar eins og ég sé þær að þetta er vandamál allstaðar í Evrópu er að valda stórkostlegum pólitískum usla og það að ætla að segja það að af hverju haldið þið til dæmis að sé pólitísk eftirspurn eftir slíkri orðræðu það að fólk sé að hafa áhyggjur af þessu það er ekki hægt að segja bara nei þið eru allir rasistar og þar á leiðandi eigum við ekki Þú vildir ekki fá fólk frá Afganistana því að þá kæmu ég vil fá Nú ert að segja að við viljum heldur ekki fá fólk frá Póllandi að því að þau koma með rasíska stefnu sinna stjórnvalda það sem í Póllandi er ekki mikið sko innflytjenda vandamál nema fólk frá Úkraínu það er ekki mikið vandamál að fólki þar frá
Miðausturlöndum eða neitt, en þeir koma hins vegar, þeir hafa samt harða innflytjendastefnu og þeir koma hingað til Íslands og með sína hörðu rasísku viðhorf og hvað hefur að gera? Vísa Pólverjum á landi? Nei, ég er að reyna að leggja... Þetta tala um að þessu vinur okkar Pólverjarnir með þess að við þurfum á rasískri afstöður að halda. Ég er að segja... Í baráttunum með sjarjalögin frá Afganistan, ég er alveg að skilja þetta. Ég er að leggja... Þú ert þá allavega að standa það mjög illa í því, það skilur enginn... En ég er samt að beika vegna þess að það voru menn að vinna fyrir mig sem voru frá Pólandi, Austur-Európumenn og þeir voru mikið að tala innflytjendamálin og að þeim litist ekkit á alla þessa múslima sem væri að koma Þannig að ég var svolítið að peka þetta upp Austur-Európa er mjög rasísk sko. Já, og þetta er bara okkar torfa, við eigum hérna Ísland og við erum innflytjendunir þetta er okkar svæði og verið þið úti Svo er ég inn í nokkrum Facebook-grúpum Arabar á Íslandi, það eru 17.000 í stærstu Arabar á Íslandi grúpunum minni Ég er að læra mannfræðir nútabunni Það er ekki svo margir Nei, en það eru 17.000 í grúpunni bara þið getur bara sótt að fara í hana mæli með því sko, til að fylgjast með maður gerir bara translate á þetta allt og það sem ég sé þar að það eru mjög margir að spyrja hvernig get ég komið og unna á Íslandi búið á Íslandi, vera á Íslandi peace be upon you my brothers and sisters byrjar á því og það segir eiginlega allir bara þetta er eiginlega vonlust það er nánast vonlust að flytja einnig Nei, bara getur ekki fengið leyfin og veðrið er ógeðslegt og Ég held bara að sko Evrópa og við erum ekki þessu undanskilin sé bara til vondri stöðu og eins og þess vegna eins og segi ég er ekki að lýsa mínu megin skoðunum ég vil fá fleiri innflytjendur ég held að við höfum bara græðum á því Nei, vandamálið er það að ætla að fara að segja Íslendingum að þeir fara í kjörklefan nei, þeir megi ekki vera svona miklu rasistar og bara punktur og þeir megi ekki eiga þessar samræður þegar við erum með þessar staðrendir sko allstaðar í Evrópu, Svíþjóð er á mjög vondum stað, Danmörk er að sko herða eins og þú varst að vera Það er út af þessu að það er ekki sko þetta er bara til þess að ala á einhverju svona óttafólks tilfinningu fyrir fólks að allt sé að fara til fjandans við verðum að gera eitthvað í þessu Já, ég skil ekki alveg hver þú heldur að hafi klúðrað Því ef við hendum útlýtingunum út þá leggjum við af bara starfsemi á Keflavíkurflugvelli í Landspítalanum grunnskólakerfinu Gerðu Svíar þetta vel? Gerðu hvað vel? Það gerðu margt vel Nei, það er nefnilega og það er náttúrulega þessi óöld sem er núna í Svíþjóð er kemur náttúrulega úr því að Svíar eru með hörðustu fíkniefnalöggjöf á Norðurlöndum og í Norður-Evrópu og það að brjóta af sér í Svíþjóð með vímuefni hvort sem maður er að flytja þau inn eða selja þau eða neyta þeirra þá lendir maður fær maður mjög harkalega fangelsisvist og það er þess vegna og það er búið að rannsaka þetta, það er búið að fjalla vel þetta og það er þess vegna sem þaðan kemur þessi óöld skilur við, vegna þess að þetta er vímuefnastríð þetta er ekki stríði milli innflytjenda, þetta eru vímuefnagengi sem eru í stríðum sín á milli þetta er ekki múslimar á móti Emil í Kattholti sko. Það er ekki þannig. Þetta eru fíkniefna gengi sem berjast sín á milli og því miður það verður almenningur oft fyrir þessu og þetta er náttúrulega hræðilegt en þetta kemur frá því að vímuefnalöggjöfina þeirra eru ofboðslega harðar. Það er þess vegna. Svipað í Bandaríkjunum þar sem að vímuefnalöggjöf var notuð til þess að eiginlega bara fangelsa og ég held að það sé mikilvægt 20% af ungum karlmönnum sem eru svartir. Ég sko Kínverja það er áður 1875. Ég held að það sé mikilvægt að ef maður ætlar að tala, þú veist, í podcasti eða í svona þáttum að orða það sem maður ætlar að segja vel og ekki ala á einhverjar hræðslu útvarpssögu þú veist, dýnamík. Þetta sé alveg mikilvægt sko. Já, ég reyndar er ekki mjög hrifin af því að fólk þurfa einhvern veginn að orða hlutin öðruvísi eða eitthvað þannig. Ég er bara eins og segi, ég held að þetta sé... Við erum ekki að skilja hvort að segja, það sem við erum að heyra þið segja og ég veit að þú ert að segja að þetta er ekki þínar skoðanir og þannig þú veist og ég er alls ekki að segja að þetta séu þínar skoðanir en þú ert ekki að koma punktunum fram og í leiðinni ert að lýsa yfir að þú veist að það sé allt í óefni og það sé búið að klúðrast hitt og þetta og þetta er svona hinsegin þessum löndum og sjarjalög og eitthvað, þú veist. Þetta hefur gengið illa viðsvegar. Já, þetta hefur gengið illa viðsvegar. Ef þú verður að rökstyðja það betur, að því þið er ekki bara ala á hræðslu, þú verður að vita hvað þú talar. Ég myndi segja að rasismi sé sönnun þess að þetta hefur ekki gengið vel. Já.
basically. Heldur betur. Vegna þess að maður verður að gera sér grein fyrir því af hverju fólk flest frá þessum löndum og til Vesturlanda, hver grunn ástæðan fyrir því, hvernig byrjaði þetta og maður verður að gera sér grein fyrir því hvað umhverfi sem þau eru að flytja inn í. Eins og í Svíþjóð, í Malmö, í Rosengård, þar hefur fólki verið þjappa saman sem svona eins konar bara svona gettó, bara algjör gettó-væðing. Bara eins og Ásbrú. Já, bara, þú veist, miklu verða, sko, þú veist, það bara á einhverju allt öru kalibri, þetta er bara gettó, þú veist. Ásbrú er, þú veist, flóttamannabúðir, sko. Þetta er, þú veist, Rosengård er bara, þú veist, eins og ef einhver myndi bara setja alla í Breiðholtið og bara það eru allir í Breiðholtinu, það eru 95% nemenda eru með erlend tungumál sem fyrsta mál. Í Fellaskóla. Já, í Fellaskóla. Bara frábært, þú veist, en það er bara, og þess vegna eru þetta þessi rasismi, þess vegna þessi íhald, þess vegna eru fasistar á þingi í Finnlandi, þú veist, þess vegna Sverigedemókratarnir svona ótrúlega sterkir, vegna þess að þau hafa vísvitandi komið illa, stjórnvöld hafa vísvitandi komið illa fram við þessa hópa og gert það á blóraböllum. Já, ég held að vandamálið sé bara sérstaklega frá svona 2015 hefur einmitt, þegar einhver er svona ósammála þá einmitt það bara svona einhver rasískur undirliggjandi svona hættu hræðslu áróður. Það ekki það? Já, gæti verið sko, en Við þekkjum þetta bara úr sögunni eins og Ítalir og Írar og Gyðingar í New York sem að fengu ekki fullan aðgang að samfélaginu. Og Japan líka. Svartir í Bronx og þetta er sko þegar og það er ekki vegna þess að Ítalir og Írar hafi verið einhvern veginn hættulegri bandarískri menningu, bara stórkostlur hapafengur. Samt var það þannig að ungt fólk sem voru Írar eða bandaríkjamenn höfðu ekki sama aðgengi af samfélaginu og aðrir og sumir tóku það bara ákvörðun að eina leiðin fyrir mig til þess að búa til eitthvað fram er að flytja inn dóp. Já, ég hugsa þetta út frá svona leikjahagfræðilegum grunni, það sem að ég er að velta fyrir mér hvernig við leikjahagfræði, það er game theory. Economic game theory, en sko, málið það Stelpunir ánkólf auðvitað. Já, það er allt ykkur. Nei, ég var að lesa Art of War, þannig Já, eftir Sun Tzu, akkurat, frábær bók. Já, mjög góð. Mæli líka með John von Neumann, en málið það að sko það er alveg hægt að segja bara já, allir sem eru ósammála mér eru vondir og eitthvað þannig, en það hefur bara verið reynt. Ég upplýði, hún var ekki að segja það. Má ég klára? Ég er ekki að segja, ok, ekki endilega, en það er fólk sem segir það. Og vandamálið hefur verið í Evrópu að þessi hefur einhvern veginn verið bara ýtt undan sér og við erum að sjá, sko, af hverju haldið þið til þess að sé pólitísk eftirspurn eftir þessu? Er það bara að allir eru rasistar? Og ég þess vegna mér langar svo mikið að greina það, ekki það að við séum endilega að segja allir sem eru ósammála mér eru, ég er ekki að segja að þú ert að segja en það heyrist, allir sem eru ósammála mér eru vonda manneskjur. Ég held að það forherði fólk í þeim afstöðum sem að við erum með nú þegar og það er ekki að fara að sannfara einasta ágætið þinna hugsjóna. Þannig að það að ætla einhvern veginn að sko reka einhvers konar stefnu, til dæmis eins og í hlaðvarpið þar sem við erum að reyna að hafa áhrif á það hvernig fólk hugsar, að ég held að það bara þessi taktík mun ekki koma til með að virka og þar af leiðandi velti ég miklu meira fram sko spurningunni þar sem að við erum með staðreyndirnar eins og þær eru og veltum fyrir okkur hvernig er hægt að komast hjá því að það gerist einmitt eins og þú varst með Írana, með Japani, með Þeldöka og fleiri hópa í Bandaríkjunum og víðar, hvernig komumst við á þann stað að við betrumbætum þannig að við fáum einhverja jákvæða lendingu í þessu. Það að ætla bara að segja að allir séu vondir sem það er bara að fara að íta fólki í miðflokki. Hvað segir allir séu vondir sem er ósammála með? En býtu, en er þetta hafnað í að sko rasismi valdi því að fólk sem er til dæmis Norður Afríkubúar í Frakklandi séu haldið fyrir utan samfélagið, að það séu rasismi sem valdi því, ég las eitthvað staðar að líkurnar á því þú sért atvinnulaus með BA-próf í Frakklandi eða út hvítur eru eitthvað 2%, það eru 28% eða út múslimi. Er þetta ekki rasism? Jú, örugglega, en hvað þú að gera þessu? Rasismi náttúrulega verður til þegar fólk telur að lífsviðurværi sínu sé ógnað. Og sem ég var að nefna áðan með fíkniefnalöggjöfina, hún byrjaði í San Francisco 1875, til að vera mjög nákvæm, og þetta snýrist ópíum. Á þeim tíma þá sem sagt var löglegt að nota ópíum, það notuði allir ópíum, þetta var bara tísku dóp og fólk reykti þetta og seldi þetta og ræktaði þetta og bara allir máttu nota eins og þeim sýndist og gerðu það, nema hvaða Kínverjar sem voru innflytjendur í þessari borg, eftirsótt vinnuafl fram að því,
komu saman á svona krám, opium dance og reyktu opiumið sitt saman. Og lögin voru semst þannig að þú mátti reykja þetta, rækta þetta, selja þetta, nota þetta hvar sem nema á svona stað. Og þá gerði það bara náttúrulega löggunni rosalega auðvelt fyrir bara mæta á rútu í Opium Dance, smalaðum upp í rúturnar og beint í fangilsinu og þar bara unniður frítt sko. Þetta var Mexikana með marihuana og Bill Clinton með crack cocaine þegar sko það var búin að vilja þetta niður þá fengiru 500 sinnum léttari dóm heldur en það var með crack cocaine sem var svona drug of choice hjá þeldökum. Já, ég er að nefna fyrsta skipti og svo náttúrulega þetta bara Nixon og war on drugs og allt þetta og svo varst þú að tala þarna áðan það er svo hörð fíkniefna löggjöfin í Svíþjóð þannig að ok, hvenær fara innflytjendurnir að ógna lífsviðurværi okkar og hvað eru þeir að gera veist, hvað ætlum við að setja lög á það að leigubílstjórar verða að kunna að tala íslensku til þess að með að kera leigubíla þú veist, byrjar þetta gegn þannig að það fara að skjóta upp kollinum svona einhver lítil sæn Gallinn á Íslandi að það vantar fólk í störf á Íslandi Já, það sem þetta ástand sem þú ert að lýsa er yfirleitt það sem er samkeppni störf. Það bara á ekki við á Íslandi. Þess vegna finnst mér þessu umræða stundum svona, ekki alveg hvernig hún á heima á Íslandi. Já, það er þótt vera að ógna, fólki finnst að vera að ógna sínum lífsstíl, það er að vera að ógna menningu og gildum og eitthvað og fólk er að kljást við strámenn, sko. Og eins og þú, þú veist, ég heyri að þú ert að segja, þú veist, að það sé vera að leita að lausna. Já, nei, en þú ert tóknast á því, sko, að það sé, að þú veist, að maður sé kallað vond manneskja og eitthvað svo leiðis. Og guilt-tripping. Og ég bara sé ekki hvar, þú veist, þetta, hvað þessar umræður, þú veist, ég held að þetta sé ofboðslega mikið, fólk er í ofboðslega mikill í varnarstöðu og ég held að það sé rétt hjá þeir, maður þarf að geta rætt hlutina. Ég held að það að þú haldur að þú sést með alla staðrendir á hreinu ég er með aðra staðrendir þá, að minnsta kosti, sko, þá getur maður bara að kalla allt staðrendir og þá er ekkert staðrend, skilur ég. Mér finnst bara ekki make neitt sens að vera að tala eitthvað hvernig hlutinni gerðust í Svíþjóð og þeir sé að fara að gerast hér. Bara mér finnst það, af hverju erum við að reyna að mála upp þá sviðsmynd? Mér finnst það bara, þá er eitthvað svona... Ég er að velta upp þeirri spurningu, sko, hvernig komast þú hjá því? Já, það er einmitt ég áhuga á því líka. Eitt sem að mér finnst vanta þegar fólk að tala þetta, að ef maður fer bara inn á Hagstofuna í Svíþjóð og Hagstofuna í Íslandi og ber saman, sko, samsetningu innflytjenda þar og hér, þá er það bara, ef þetta snýst menningamun, ef þetta snýst fjölda fólks frá Mið-Austurlöndum og Norður Afríku, þá erum við kannski svona 120 árum á eftir Svíþjóð. Þannig það er ekki aðkallandi að bregðast við, því að sko samsetningin er alltaf þessu. Svíar hafa tekið á móti fólki frá átakasvæðum. Við höfum eiginlega aldrei gert það. Við höfum bara tekið á móti vinnuafli frá Austur-Evrópu. Og ég meina eru pólverjarnir okkar svona rosalegt vandamál að við erum eða fólki sem kemur frá Úkraínu að við erum bregðast við. Því að rökin eru alltaf talandi svona fólk frá múslimar sem eru bara vonda fólki í dag. En ég meina, ég held ég að við rekna þetta, ef það var jafnmargir á Íslandi frá Sýrlandi og eru í Svíþjóð, þá minnir mig að það hafi verið 3600. En þeir eru eitthvað, sko, ná ekki 200, sko. Það eru hlutföllin. Á Íslandi, já. Á Íslandi. Sko, þannig að allt þetta tal og sækja alltaf rökin í eitthvað hættuna af múslimum og bera það saman við Svíþjóð er bara gaggala gú. Þá er engin rök að styðjast. En svo er líka hægt að, sko, að tala um þetta frá öðrum vinkli. Þú veist, það er hættan af fátækt, þú veist, það er hættan af ójöfnuði og það er hætta af færri menntunartækifærum. Þú veist, það er hættan. Það hleypir ekki fólk inn í samfélagið. Hættan er ekki húðliturinn eða trúin. Já, og svo bara vímuefnaneysla og alls konar ef þú ert svona utangar svo kemst ekki að. Hættan er að það sé ekki réttlátt samfélag fyrir alla. Akkurat. Það er hættan. Já, akkur nákvæmlega. Það er bara mjög rétt. Ég bjó með stelpu út í Danmörku. Hún var frá Íran, flótta stelpa frá Teheran. Hún var sem sagt þegar hún var 17, 18, 19, 20 þá fór hún í menntaskóla og það bara kemur svo framfæri bara gefins til að segja frá sinni reynslu sem flóttamanneskja. Það mætti gera þetta það væru innflytjendur sem bara krakkar sem færi í menntaskólana og háskólana og myndi bara vera með lítið erindi. Hvernig var þetta hjá mér í Sýrlandi og
Og hvernig líður mér hérna núna? Takk fyrir Ég bent ykkur á það að hérna, hún Fíta sem ég nefndi áðan, hún kom inn í viðtali í vikunni og svo fekk ég svona áskorun að taka hana í helgispjall og ég verð með hana í viðtali hér á morgun, klukkan 9, þar sem hún segir frá uppvexti sínu í Jerúsalem og það að vera palestínumaður í Ísrael, vera kona í kallaheimili og vera innflytjandi á Íslandi, hún kom hingað mállaus og var mjög einangruð þær systur og systkini hérna í langan tíma og síðan glímt hún við það hvernig ætti hvort hún ætti að vera Íslendingur eða palestínumaður og hvað það væri að vera íslensku palestínumaður var langa tíma að glíma við það og svo hérna hún náttúrulega einn af athyglisverðustu, hvað það kalla svona, sem að stofna svona fyrirtæki úr engu Frumkvöðl, einn af athyglisverðustu frumkvöðlum í Íslandi og Hvað ger hún? Hún býr til þetta geosilíka fyrirtækjanar að vinnur kísil og önnur steinefni út úr jarðsjónum sem verið að dæla í gegnum upp á Hellisheiði og sama ætti líklega við Svartsengi vinnur úr því fæðubótaefni og mjög búin að finna svona lausn á hvernig á að vinna þetta út úr jarðsjónum sem trublandi allir í framleiðslu af því að þið þekkið það sem að búið í hverfum þar sem eru svona úrfellingar að þú ert að skipta blöndunartæki á 5 ára fresti eða svo. Hún fundið sérstaklega aðferð til þess að vinna þetta og stórkostluðu fengur fyrir Íslendinga að hafa feikið þau systkini Sýrlenskt hugvit Sýrlenskt hugvit? Nei, palestínumenn Þannig ég hvet ykkur ef þið viljið fá svona innsýn inn í það margt af því sem við erum að ræða út frá svona persónulegri reynslu Þetta snýst líka bara mikið að geta sett sig í spor annar náttúrulega empatí bara Herðu ekki innflytjendamálin eldfimasta mál sem þetta bjóða upp á sem þetta væri kvöldvarabóð ég get ekki kveikt í þessu með að tala trúmál en ég geti gert allt vitlaust með að fara að tala innflytjendamál Já, ekki spurning Jú, og transmálin líka Transmál Ég veit ekki, mér finnst óbúslega gaman að rökræða ég upplifi ekki að þetta hafi verið þú veist stressandi Það var hiti svolítið en af því að þú varst að segja taka umræðin og svona, hægri menn alltaf að segja þetta svo ég að hlusta á hvernig taka þeir umræðin þeir bara tala hvort við annan ég fengið alls konar fólk með alls konar Ég líka við þá, kannski öðruvísi, ég hlusta stundum á þjóðmál, þeir eru bara að tala innflytjendamál hvort við annan, þeir eru ekki innflytjendur, þeir eru enga innsýn inn í málið, bara viðra skoðanir sínar út á suður, þannig kannski við Brynja Níelsson sem hefur enga innsýn inn í innflytjendamál. Ég vitnaði þig mjög ofta þetta, og þeir tala bara við sjálfa sig. Talar það, til þess að tala fátækt var alltaf ekki ríkt fólk og meðaltekjur í silfurinu var í kringum 1800.000. Það tala alltaf við innflytjendamál við hvítt fólk, við tala við rasisma við hvítt fólk. Ég er svolítið pæl í þér, það er samt ekki líka bara hinn hliðin, þú veist, tala innflytjendamál við hvítt fólk, þá kannski kemst maður að skoðunum fólks. Er ekki meira hluti Íslendinga eitthvað hvítt fólk og er ekki meira hluti þeirra sem eru við völd á Íslandi eitthvað hvítt fólk? Jú, en ef þetta tala rasisma, þá mjög snjallt að tala við fólk sem að verður fyrir hún. Algjörlega. Og ég held að opna augu flestra að því að þau eru rasism á Íslandinni, það ekki. Svo heyrum við fólk að segja sem að verður linnulausri svona áreitni allan daginn. Linnulausi áreitni fyrir húðlitnum, linnulausi áreitni fyrir að tala ekki fullkomna íslensku. Sem að ég get ekki að því að kom hingað fullorðinsárum og ég bara get ekki að tala fullkomna íslensku fyrir ykkur, því miður. Kannski munu börnum ég geta það. Eru þjóðmálgaurar áreita mig allan daginn að því að ég kom hingað árum. Já, það er svona smánun að þú ert ekki jafn góður og hinir, af því að þú ert, þetta er náttúrulega bara svo að vera kona. Speaking of, sem að við getum talað, sem kallanir getum talað það. Já, þið getið alveg talað. Gott að vera kona á Íslandi. Skiptum þess að meðloka. Verðlagning og dömubindum. Útrýming mannsins úr tungumálinu. Já, það er eitt sem að Eiríkur skrifaði frábæra grein í dag sem ansvar við Eiríkur Rögnvarsson. Mér fannst hann sagði bara, þú veist, þetta væri standardvillur hjá henni og ekki, hann sagði ekki hystería. Að þetta væri bara, þú veist, að vera að gera úlvalda úr mýflugur, og mér fannst það mjög gott og hann rak svona ofan í hennar standardvillunar sem voru, sem var hansi gott. Hann, riddari okkar allra. Vala Hafstad skrifaði grein í vikunni. Þetta er nú mál sem að þú hefur mikið félag. Já, ég er mjög sammála Völu í þessu og Þú er tím Vala? Já, ég er tím Vala.
Þú ert frábær týpa, ég kallaði Tóti á móti í vinnunni. Já, það er svolítið gott. Á sambíli fyrir fallaða. En ég alveg hjartanlega sammála. Hún var í viðtali fyrir bara örskömmu síðan og það var alveg frábært viðtala sem hún skýrði þetta nokkuð vel þar sem hún var að fara rauk fyrir því að sko þróun tungumáls væri ekki eitthvað sem að RÚV ætti að vera að einsetja sér og það að svona reka ofan í koki af fólki einhverjir öðruvísi tungutaki væri ekki leiðin fram á og ég alveg hjartanlega sammála þessu. Mér finnst alveg mjög einkennilegt hvernig einhvern veginn við erum einhvern veginn að reyna að friða einhverjar undirliggjandi mótsagnir í eigin tilfinningalífi til þess að með því að breytum orð á hinu og þessu og ég er bara sammálaðið með þess að maður hefur aldrei verið eitthvað og segja öll bara hljómar illa en fólk má gera það en ég ætla ekki að gera það og mér finnst þetta alveg mjög einkennilegt það er enginn að þröngu til þess að segja það er svona þegar RÚV byrja að gera það án þess, já og ég meina þú veist þessi sko, hugmynd alltaf það að tungumál þróast það er ekki þannig það er þannig að tungumál þróast eftir því sko, það kemur eftir að það er að segja RÚV myndi ætti að breyta þessu eftir að fólk væri búin að þróa áfram. Það er ekki í hlutverki ríkisins að vera að breyta tungutaki fólks. En nú erum við með starfsmann RÚV Jep, aldrei lent í þessu. Talar þú kynhlust? Kynhlutlaust mál. Ég hef bara ekki vanið mig á þetta. Ég tala bara einhvern veginn eins og ég tala og hefur aldrei verið beðin að gera neitt annað. Já, takk, nákvæmlega takk Gunnar Smári. Þú veist, ég sendi stundum textana mína til yfirlesturs í málfar og aldrei verið neinu breytt og ég held að þú veist, þetta séu ég bara ímynda mér að þetta séu fólk sem að þú veist, langar að gera þetta sjálft, sko. Og ég held að það er ekki yfirlýst einhver stefna að tala kynhlutast mál í þessari grein frá hún Eiríki þá einmitt rakan ofan í hana akkurat þetta vegna þess að það er og hann bara tók til greinar sem voru ekki skrifar á kynhlutlausu máli bara síðustu viku og þær voru gríðarlega margar og hann bara, þetta er bara ekki rétt og það er þetta að fólk er svo hrætt og fólk er svo í svo mikilli vörn að það fer að sjá sko djöfil hverju horni og það fer að slást í stráminn allt í einu halda að sé eitthvað Illuminati að stjórna hvernig þú talar Þetta er nú bara sem að Orwell og Huxley vöruðu við samt í því hvernig fólk myndi tala og það var alveg væri Já, en það sem Orwell og Huxley hugsaðu ekki út í er að þeir töluðu á ákveðin hátt en þeim finnst það vera basic þannig að þeim finnst það vera neutral af því að þeir tala þannig og allir sem tala öðruvísi eru þá öðruvísi það er ekki þeir sem eru öðruvísi af því að þeir eru normið Nei, ég skil það ekki Svo langtráði Nei, en þú veist þess vegna og það er akkurat þú veist að þú veist þegar einhverjum finnst hann vera normið og nafli alheimsins Hver þá? Bara einhver manneskja Til dæmis Orwell og hluti fara kannski að breytast í kringum hann þú veist, þá fyrir hann að sjá þú veist, djöfulinn í hverju horni og ég bara þú veist, svona samsæriskenningar eru svo leiðigjarnar þetta er svo hvimleitt Nú er ég aftur orðin ringluð að eyða kröftum sínum í að halda að RÚV sé að stjórna því hvernig landið talar Útvarpsmaður getur tekið upp á því að nota eitthvað frasa og á 2 dögum eru allir farnir að nota hann Þetta er alveg mótandi Ég vissi ekki að vera svo mikið Instagram Ég meina Þórunn Ívars skilur á Instagram líka Já, til þess En þú veist, hvað sem þú í þínu podcasti og þú veist, þú ert að vitna hérna í Smára Já, en þetta er samt alls ekki að sama þegar það er ríkisútvarp Mér finnst reyndar alveg að sko ríkisútvarpið þurfi stundum að hugsa sinn gangar varðar það hversu mikil áhrif það hefur og stöðu þess Það að fólk sé ekki að greiða fyrir það að frjálsri hendi setja það í allt öðru stöðu og það að þetta sé rekið af ríkinu. Það mér er svolítið, eins og Gunnar veit náttúrulega svolítið nöp við ríkið almennt. En finnst þið þá ekki pingu cool að þú veist, það vinni alls konar, ég meina að það mætti vera mun fjölbreyttari starfshópur á RÚV. Að vinna alls konar menn. Að það vinni alls konar fólk á RÚV og bara, þú veist, og Siggu langi að tala svona, en ekki einhver með öðrum. Er það ekki þannig? Ég er að segja það. Finnst þið það ekki
róar það ekki smá niður að vita að sjálfstæði blaðamenn fá að ráða sjálfur hvernig þið tali en ég hugsa maður myndi ekki vera ráðum maður myndi ekki tala eins og maður sorry, hvað sagði þau? Það var svona mikið í gangi ég hugsa maður ekki ráðin og rúf en maður get ekki tala eins og maður já, ég veit ekki, það er nógu mikið kvörtunum yfir í ég þekki starfsmenn innan rúf og þetta frábært fólk ég bara að segja að ég treysti engum til þess að vera í þeirri stöðu að vera með ríkisreikin miðil þar sem að þau eru grundugt að reyna að móta og vera mótandi afl í því hvernig við notum tunguna já, þá á að viðhalda henni og þú veist það hefur ákveðið menningagildi og eitthvað fleira því sorry, en hvað viltu? Ég nenni ekki að fara í ykkur vörd fyrir rúf en bara hver er pælingin hérna? Hvað vilt að gerist? Að rúf í rauninni sé ekki í því að móta það hvernig fólk talar En hvernig kemst ekki hjá því? Af því að það þarf bara að tala Eiríkur bara, las þessi grein frá Eirík í dag hann vitnar í greinar sem eru með kynjuðu máli klassískt kynjuðu máli en það að þetta sé enn til staðar er þá vitnisburður það að það sé ekki mótandi afl hjá ríkinu það er allt til já, sjálfsögur allt til, en það að vera mótandi afl það er punkturinn en það er jafnmótandi þá, því að hann fann miklu fleiri greinar sem voru það er ekki rök fyrir þessu að vera að ríkið eigi ekki að vera mótandi afl það að þetta sé til einhver staðar er ekki rök fyrir því að rúf eigi ekki að vera leiðandi er einhver, manneskja í starfi hjá rúf sem að segir hvernig fólk að tala? Nei, það hefur allir fjölmiðlar en það er bara, yfirlesarinn. Já, ég segi það er manneskjan held ég sem er vísað til í þessu paniki að það vinni fólk og er hún að breyta öllu í Nei, það er málið, en í Háskóla Íslands er lagt upp úr því að ritgerðir séu skrifaðar í kynlausu máli við notum frekar þau en ekki þeir Er það bara ordur yfir línuna? Já, það er komið inn í leiðbenningar Mér finnst það frábært Ég er háskólakennari og þetta er bara ekki rétt Já, ég er að vinna þar Já, ég líka Þetta er inn í nýju APA-reglunum Þú mátt ekki neita hennar upplifun Nei, þú kíkir bara á þetta Ef ég má leggja orðið belg að ég hef brunnið fyrir þessu svona 20 ár þá hef ég haft áhuga á því hvað íslenskan er kynjuð og mér hefur alltaf þótt mjög óþægilegt að heyra tala þeir í Landsbankanum og þeir hjá Landsvirkjun og þeir þarna að ég sé bara kalla fyrir mér og stundum þegar ég hef tekið síman og það sagt Margrét og ég segi já, sá maðurinn þú ert kona já, ég veit, eru konur ekki menn skilur þá segi þetta bara svona til þess að stríða fólki en mér finnst rosa mikilvægt að allir séu meðvitaðir við séum meðvituð hvernig tungumáli er kynjað en svo náttúrulega hvernig við tjáum það sjálf það er bara undir hverju maður komið ég segi alltaf maður, ég tala sjálf mig sem maður, ég myndi ekki fara að nota ég kvenmaður, það væri bara skrítið en ég skil alveg þinn punkt að kalla þetta hysteri og eitthvað fleira þvíumlíkt það gæti vel verið að þetta sé það en málið er það að það lítur oft út fyrir að vera hysteri því að þegar er auðvelt að verja víð þá á maður að gera hvað er víð að vera að verja? Tungumálið fjölmiðlafólk sér það að verja tungumálið það er það sem við gerum þú ert ráðinn inn á fjölmiðla því þú getur talað og tjáð þig skýrt og skilmerkilega þannig að þú í rauninni ert að móta bæði blaðamenn og sjónvarpsfólk og útvarpsfólk allir sem eru í fjölmiðlum en þessi íslenska sem við tölum núna er líka svo ung þetta er bara svo nýromantísk já, samfélagsmiðlarnir náttúrulega eru búin að gjörbreytinni blogginn komið fyrst inn nei, en þú veist, þessu kunningakonu mín Ragnheiður Holmgesdóttir hún rannsakar 17. aldar og 18. aldar handrit þar sem að þau eru eiginlega ólesanleg vegna þess að þetta er eiginlega bara danska vegna þess að talaði eiginlega engin íslensku þú veist og svo allt kom Jón Sigurðsson og bara jó þú veist og þá kom þessi þjóðernishyggja og þá var tungumálinu breytt þú veist það er verið að halda það er bara eins og að halda fram að þú veist að lopapeysan sé frá skilur vikingatímanum nei hún er frá 1950 þú veist og þorramáturinn líka þú veist ég skil ekki hvað er verið að verja því að það er ekki eins og þetta sé það er ekki hægt að verja þetta því nú erum við líka með samfélagsmiðla þar sem er engin ritstjórn, það er engin sem lesi yfir og fólk er hægt að lesa íslensku og lesi yfir hvort í öðru pröfaðu bara að skrifa eitthvað vitlaust og þá koma margir og leiðir það er náttúrulega snilt besta ódýrasta auglýsingu sem þú getur gert er að gera stafsendingarvitliðinni þá er það allt brjála hún fær rosa reach en er ekki bara mikilvægast að við skiljum hvort annað jú sem við gerum ekki alltaf já, það er mikilvægast er það eitthvað svona ákveðin íslenska sem er eitthvað flottar heldur en önnur þú veist, það er bara annar dæma ég bara, eins og segi, ég ætla ekki að
taka þátt í Ég held að það sé mikilvægt við skiljum hvort annað og við berum smá virðingu fyrir hvort öðru og séum tilbúin að hlusta hvort annað. Ég er ekki góður í íslensku og Jú, veist fín. En ég fekk svona leyfi til þess að Indriði G. Þorsteinsson sagði við mig, sagði einhvern tímann ég er truckdriver á íslensku. Og ég alltaf upplifað að ég er svona truckdriver á íslensku sem er mjög snjallt hjá Indriði orðið þetta svona. Hvernig það? Hvað ég skildi? Með slettu og þú veist það væri svona eins og ég var að bjóða þér upp á að tala grafaróks. Svona alþýðumaðurinn, það ekki? Já, það er bara það sem maður ólst upp með og það sem maður týnt til og ég, dóttir mín er að fara í setningafræði og ég sagði henni bara gleymd þessu, bara ég man ekki svo hvort ég lærði þetta. Setningafræði? Já, ég bara, hvað ætti ég að gera við setningafræði? Ég er hryllilegur úr íslensku, sko. Og er alltaf að verða lélegri í stafsynningu bara hörnalega mér. Já, sama hér. Það ekki, gerist, kannski er þetta lesturinn á Facebook sem að Gripa aldurstengt. Herðu, en það er málið skilt þessu með kynhlutlasamál. Það voru þættir á RÚV tungumál fuglana og þá kemur ljós að skógarþrestir tala ólíkt mál eftir hverfum, þannig að skógarþrestin í Fossvoginum eru með sitt lingó og í Vesturbænum allt annað og meira sér Vesturbænum yfir á Seltjarnarnes, þá breytist það sem er svona, kannski voru við svona eins og ný. Það er ekki einhver að grípa inn? Ég var að fara að segja, ég var að grípa inn. Þú veist, hver er að stjórna þessum þröstum? Þetta er svo lifandi, tungumálið er svo lifandi. Ég meina orð sem við notum fyrir 10 árum, það væri hræðilegt að nota þau í dag. Orð verða að tabúm, rosalega tabúm. Núna tala allir hugvíkandi efni, áður voru þetta kallað ofskynjunarefni. Og það gerist mjög fljótt og bara nánast hverfur út, sko. Og það er hægt að tala eiturlyf og það er komið vímuefni í staðinn. Já, einmitt, nákvæmlega. Þetta eru bara lyf allt. Og svo sviðsmyndir munu kannski þetta eftir út. Ég vona það, djöfull er þetta þreytandi. En þetta leiða málið í jörð. Allt í þess að eitthvað stjórnmálamaður þetta og svo bara sagðu allir stjórnmálamenn þetta. Ég held að það sé einna svona þrengsti hópur sem er til á Íslandi, það er stjórnmálamenn. Það breiðist mjög hratt út svona eitthvað tíska í tungumál. Eða þá að fara ekki saman hljóð og mynd sem er bara tunglast á óþolandi. Herðu, talandi óþolandi, ef við ekki að fara að hætta? Jú. Nei, þið voru frábær, við erum mjög óbúslega gaman að hafa ykkur. En við erum bara búin að vera hérna lengi og það er svolítið heitt hérna inni. Já, mjög heitir það. Sem að ég veit alltaf ekki að þessi. Kannski er það bara ég. Ég segi þetta oft hérna. En ég er með hugmynd samt fyrir útvarpskonu Lóu í endan, hvort þú getur farið með svona gettoblastir, með svona pípi. Já. Inn í eitthvað hverfi í Gráu til dæmis, gert tilraun, spila það. Hvernig pípi? Bara eitthvað svona fuglaljóð, eitthvað fuglaljóð. Já. Hrestinni verði brjálaðir. Er komin einhver fosforsbúi hingað, segja þeir og ráðast á hann. Eða pikka upp pípið og byrja að pípa eins. Ég frá að hafa áhrif á mállísku þrastana líka. Þú ert í gengjast. En mér sleitt að fólk skuli líka halda, eða þú veist, skuli upplifa sig svo áhrifagjönd. Mér finnst það líka svo áhugavert. Hvernig áhrifagjönd? Nei, þú veist, ef fólk er að hafa áhyggjur af því að verða fyrir svo miklum áhrifum af RÚV og RÚV sem segja hvernig á að tala og banna hitt og þetta og þú veist, það lítur að vera óbúslega mikið valdaleysi sem að fólk er að upplifa til þess að kalla fram þessar tilfinningar og þessar skoðanir. Að ríkið hafi áhrif á líf fólks? Nei, RÚV. Já, ríkið. Já, þú veist, ríkið er allstaðar, bara Landspítalinn, þú veist, háskólinn. Það hefur mikil áhrif á okkar líf. Já, ég var ekki að segja það. Ég er að segja, þú veist, að RÚV, að hlýtur að vera ákveðin hræðsla, þú veist, og óöryggi hjá fólki að, þú veist, að bregðast svona við og upplifa þetta á þennan hátt. Já, sögulega náttúrulega hefur fólk almennt þurft að hafa mjög miklar áhyggjur af áhrifum ríkisins á eigið líf, þannig að mér finnst þetta ekki skrítið. Já, nei, ég er ekki að tala, þú veist, ég er að tala ríkisútvarpið sem er sko stofnun og það er munur á því á sko ríkisstjórn til dæmis og stofnun, þú veist, það er alveg, ríkið er náttúrulega allstaðar, allt er ríkið, ég er ekki að tala það, ég er að tala ríkisútvarpið bara sem, þú veist, sem bara eina einingu, skilurðu. Risaeining. En flestir sem hafa lýst yfir áhyggjum af þróun tungumálsins hafa ekki verið með þessa afstöð sína að það sé slæmt endilega þessi ríkið, heldur er það bara
að ríkisútvarpið geti haft mótandi áhrif á tungumál okkar? Ég hef verið einn á báti á svo mörgum málum. Nei, þú hérna, nei, ég ætla ekki að segja, já. Hvað maður? Nei, ég ætla ekki að segja. En ég ekki að segja bara þegar við erum búin að slekka á upptökinni. En mjög áhugavert, ég veit ekki hvað það er nefnilega, þannig að mér finnst mjög áhugavert að hitta þig. Sumuleiðis. Það er margir kynst við þetta rauðaborð. Já, akkurat. Hugmyndin er náttúrulega svo að sitjum við borðið kannski ólíklegur hópur. Það sé ólíklegt að við 5 myndum endilega sitja okkur í kaffihúsi saman. Er það ekki líka skemmtilegast? Það er skemmtilegt. Jú, bara frábært. Gaman. Jú, það búið að vera frábært. Já, heyrðu, gaman að fá okkur. Tóti. Já, Tóti á móti. Tóti á móti. Já, sannlega. Þeir tókuð eftir því að hann kom hérna á svartri drossíu með enganúmer. Það stóð orðverð. Já, ok. Er þetta ekki þinn bíl? Hvernig bíl Ég sagði, er þetta ekki þinn bíl? Já, má ekki segja... Nei, ég hef nú eiginlega verið að vilja sleppa því, sko. Já. Þið sem að heyrðu þetta vinsalast gleymi þessu. Heyrðu Lóa Björk sem er ekki með enganúmer. Já, ekki bíl. Margrét Hugrún og Anna Kristín. Já, takk Hvað er þetta, Anna Stína eða? Anna Kristína. Þú má kalla mig Anna Kristína, já. Ég kalli Stína bara á nánum vinum og ættingum, það er ekki... Herðu, takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig, bara. Takk. Og nú ætla ég að fara með þulu sem ég fer alltaf með minni hlustundur á að samstöðun hefur byggst upp á afspurn. Þannig að ef þið vilja hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna þá bendið einlega vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar, til dæmis þennan þátt og þá kíkir fólk á það og þannig byggjast við upp. Við erum í svolítið hraðri uppbyggingu. Við meldum okkur í nóvember og svo aftur í apríl og þeir sem voru að hlusta á þætti fjölgaðu úr 90.000 í 37.000 á 5 mánuðum. Þannig að það er allt ykkur að þakka. Kæra þakki fyrir það. Og þið sem, þið getur bent á að við erum á Facebook og YouTube, við erum í öllum hlaðvarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu og það má líka sækja þær útasendingar á spilarin.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem má hlaðanur í síman og hlusta á samstöðuna og reyndar allar íslenskar útastöðu hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Við erum með 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á samstöðuna. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Sjáum til. Ef þau vilja ekki gera það, þá ætti bara að skipta fjarskiptafyrirtæki og fara yfir á síman. Þið sem að vilji leggja enn frekar lóð á vogaskálana geta gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur á mánuði. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur, þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getið látur áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem ég sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Á morgun klukkan 9 þá kemur hingað hún Víta sem við vorum nefna hérna áðan og kemur í það sem við kallum helgispjall og svo heldur helgadaskarinn áfram. Í hádeginu og sunnudaginn verður þátturinn Synir Egils sem er stjórnmálaþáttur sem ég og bróðir minn sjáum og þá koma gestir hingað og ræða stjórnmálaástandið og ég held að við ætlum að ræða svolítið forsetavald. Þetta er nógu í bili. Góða helgi.